the outsiders ravage our lands. What's to become of our world? I've been having dreams. This is an extermination. Dreams make good stories. Everything important happens when we're awake. This is only the beginning. Dune kemur í bíó 17. september. Þessi þáttur í boði Pop-Smets frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði með piparduftið, klálega uppáldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar að meðal Sweet Chili sem er svartubókin. Það er ekkert snakk sem toppar hann, að mínum mati. Þátturinn líka í boði Subway, bestu bátnir í bænum. Subway sér líka salat og vefjur. Uppáhaldsbátur mín á Subway, það er kaldur BMT og ég kaup mér allavega alltaf 3 smákökur, þær eru það góðar. Og þátturinn líka í boði Sambíóana. Sambíón reka 5 kvikmyndahús á Íslandi, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöll, það er uppáhaldsbíó mitt, ég fer oftast þangað, salur 1, það er ekkert sem toppar hann. Ég vil þakka þessu fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin, ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaðar. Endilega fylgið Bíóblaðari á Instagram, TikTok og Facebook og ef þið viljið styrkja Bíóblaðar, verslið við þessi fyrirtæki sem styðja þáttinn. Við ætlum að taka upp sci-fi þátt og að því við getum blaðra endalaust. Já, virðist vera. En við hefum lengst á þáttinn. Já. Rúmi 4 tímar. Jú. En ég ætla að splitta þessum í 2. Ég ætla að gera part 1 og part 2. Já. Og það er svona þægilega fyrir mig upp á að vinna þetta og svona. Já. Svo þessi ekki einhver risa þáttur. Þá höfum við bara sér eitthvað þáttinn, tökum smá pása eftir og fáum okkur að pissa. Fáum okkur að pissa. Opnum hurðina og svona. Já. Og loftum út. Svo tökum við þátt 2. En sci-fi. Þetta er ekki lítið subject. Það er ekki lítið subject. Og þetta tengir svolítið því að Dune, hvað sér Dune eða Dune? Það fer til veðri. Nei, ég segi bara Dune. Ég held að hvort það ekki sér rétt, sko. Já. Ok, Dune. Já. Hún er að koma út. Er þessa mynd. Já. Við erum báðir spenntir. Ef þú vilt kvóta í Jodorowsky framburðin, þá er það Dune. Það er Dune. Hefur þið séð Jodorowskys Dune? Ég verði að skjóta þinn. Nei. Okay. Hún er stórkostleg. Allir sem er að hlusta og horfa þið verða að elda upp í myndina Jodorowskys Dune. Þetta er frábær heimildamynd Dune-útgáfuna sem aldrei varð. Já, er þetta ekki það hann ætlaði að gera Dune-mynd sem var aldrei að raunveruleika? Já. En svona, hún plantaði alveg vel mikið af fræjum fyrir, önnur áhrif í Hollywood og eru bara, í sci-fi og horror og koma af stað, náttúrulega H.R. Giger og Dan O'Bannon og í rauninni svona óbeint leitið til tilur til Alien og margt fleira, sko. Ég meina, Kontakt hefst á skoti sem í rauninni Jodorowsky var að plana, á 70s tímanum, sko, hann var að storyboarda hluti sem að, eins og kemur fram í heimildamyndinni, hefði verið alltaf metnaðfullt fyrir George Lucas og prequel-myndindar. Hann var bara með vision, en þetta var crazy. Og þetta er geðveik heimildamynd, geggjusaga, þetta er líin líkast, sko. En sástu, þú búin að sjá alla myndir, Tómi, sástu upprunalegu Dune eftir Lynch? Já. Ég vissi hún að sjá hana. Hvernig er hún? Hún er óreiða, hún er bara eins og fever dream af bara svona, einhver reyndi þetta, ég fíla lúkið á henni, ég fíla hvernig hljómar, gott skor og ég las bókina fyrstu á sínu tíma og þú finnur alveg að það er svolítið verið að reyna að kremja mjög miklu í þröngan tíma og meiri sér sko, það til ýmsar útgáfur af myndinni, þannig að Nú er það? Já, spurningin til mín er ekki meira, sko, hefur þú séð Dune, þetta er meira, búin að sjá útgáfuna, búin að sjá eins og Alan Smith í útgáfuna sem að David Lynch afneitaði og hann afneitar basically Dune fyrir, sko, þú lettir svo miklu rugli. En Alan Smith í útgáfunni er þess að 3 tíma TV útgáfa sem var gefin út, sem er bara, þetta er algjör katastrófa. En myndir sjálf, hún hefur góð element, en ég get ekki kalla mig aðdáanda, en svona, hún er alveg dálítið uník. Hún er svolítið svona, hún er mikið thing. Er þess verið að sjá hana? Já, algjörlega. Okay. Hún er, já. Þú er aldrei séð hana? Nei, fyrst fyrir sci-fi þetta, engin spurning, sko. Það er alveg element í henni sem alveg, þau rokka alveg svolítið. En ég var alveg bara að pæla, því þegar ég finn hún á nýju myndina, að ég er að fara svolítið blind í hana, ég þekki sögunni líki neitt, sá ekki upprunalegu, þessa Lynch-mynd. Já. Ég er alveg til að sjá hana, en ég er svona að pæla hvort ég ekki sjá bara fyrst ný og upplefa söguna. Þetta er væntanlega sömu bítinn í sögunni, væntanlega. Í raunin ekki, út af því að
Dune sem við erum að fara, sem er Dune 2021, hún er í rauninni fyrri helmingurinn af fyrstu bókinni, og meðan Lynch-myndin er að taka alla fyrstu bókina, tróðin inn. Já, þetta er rauninni part 1 sem fáum... Já, þannig að svona inn þýri ert að fá í rauninni framaldið af gefinni sögu í gegnum Lynch-myndina. Svona, já, ok, nú sé ég hvert hinn gæti farið ef hún fer þessa leið. Já, ég skil. Þannig að það er alveg góð nálgun. Það er svona að byrja á nýju, fá hana svolítið ferska og svo er mitt svona, ok, hvað er þetta afbrigði sem allir tala sem David Lynch var að pröfa? Ég hugsi taki hana eftir nýju. Ég mæli með því. Já, það getur spennandi. Sérstaklega hana eftir. Algjörlega. Ok, mér langar að gera sci-fi þátt. Og ég hugsaði með mér, ég fæ bara eitthvað svona sérfræðing með mér. Tóma. Já, sérfræðingurinn beilaði og ég kom hingað í staðinn. En þú segir að þetta sé svona uppbóhalsgenre þitt. Þetta tala svolítið til mín, já. Af hverju er þetta svona hreinu sci-fi? Sko, fyrir það fyrsta er sci-fi þetta er mjög vítt. Þú veist, þú getur verið með horrormynd sem er sci-fi. Þetta er náttúrulega bara þægileg reglíf, þannig séð, en það er meira möguleikindi sem sci-fi býður upp á og bara konseptið sem sci-fi svona representar. Svona fjölbreytileikin. Já, þú veist, þetta er í rauninni, sko, þetta snýst svolítið oft í rauninni svona, þetta er svona hvað ef sögur skilur fólk, bara mannlega eðlið, hugmyndir og skilur svona hvert við erum að stefna, hvert við gætum stefnt út frá tækni sem að þú veist, theoretically við kannski gætum ekki búið til, skilur, en þetta er líka hvert gætum við fara sem mannfólk og lykil elementið sem aðskilur að mínum mati sci-fi frá eitthvað eins og bara pjúra fantasíu, það er galdra elementið. Ákjósanlega er betra að fá fókusun á, þú veist, vísindin. Eða það ekki bara vísindin heldur, skilur, þetta getur verið, þú veist, þú mátt náttúrulega búa til hvað sem er, skilur, og getur afskrifað margt sem bara, þetta er alien technology. En þetta snýst meira svona hver er hugmyndin og svona pælingin á bakvið svona sci-fi mynd. Og þess að segja, þetta getur líka bara social eða bara svona human commentaryur og ádeilur virkar rosalega vel í sci-fi formi. Þú fær kannski einhverja framtíðarsýn af einhverju samfélagi, skilur, eða bara, þú veist, já, þú sér bara hvernig hljóms bara Black Mirror tæklar fullt af töff litlum svona bíómyndum bara með einni hugmynd sem skilur, hvað ef að við getum accessað minningarnar okkar bara eins og videofælar, skilur, þetta er rosalega purely sci-fi og mannlega elementið svona hvernig svona psykológin fylgir svolítið með því. Með sci-fi bjóðu upp á þetta rosalega mikið og vítt. Þú getur fengið stórskemmtilega sci-fi mynd. Þú getur líka fengið, skiluru, algjöra svona hugmyndasúpu og bara atmó, getur fengið hvort tveggja saman að þetta kemur í öllum bragðtegundum. Eins og margt svo sem, en bara sci-fi er svo mikið, gott sci-fi, það kýtlar. Það er líka ég fór að hugsa bara sérst í dag, þegar upp á geiri minn, þú kallar þetta geiramyndir, genremyndir. Já. Og ég bara, það orðið búin að festa sér haustum á mér. Þannig ég kallar þetta geiramyndir í dag, þetta þú kynntum fyrir svo orðið. Upp á geiri minn er hasar, action. Já. Og auðvitað, það er líka alveg vítt, en það er samt ekki eins og sci-fi. Ég fór að pæla með sci-fi. Ímyndunaraflið er svakalega sterkt í sci-fi-flóknum. Algjörlega. Og það er bara nauðsynlegt, finnst mér, að höfundurinn sem er gott ímyndunarafl. Það kannski skiptir ekki eins miklu máli að gera hasamynd. Nei, það er góð punktur sem gerir blöndur og þeim dýrmættir þegar það overlappar og þá ertu með pælingar, eins og segja hugmyndir og líka bara kikka þess hasar. Það fyrir Matrix. Eða Aliens. Eða Aliens. Nákvæmlega. Þetta er bara best of all worlds. En við gerðum svona top 10 myndir. Já. Við ætlum að taka í fyrirlutu og ætlum að taka 5 myndir. Já. Þú með 5 og ég 5. Svo munum við náttúrulega aðeins bladra út frá því og svona. Óhjákvæmilega. Það gerist alltaf. Og svo er líka svona sem tengist sci-fi sem ég alveg til að spyrja þig út í og svona. Það kemur aðeins þegar við dettum inn á okkur í þannig mynd. Hver var þín nálgun á þessar 10 myndir? Eða þessar 5 myndir? Bara purely, sko, ég mig langar að segja gut instinct, en gut instinct væri raunin rátt svar vegna þess að örugglega svipað og þú lendir í, það er bara svona, hér er listin, nei, herðu þessi, út með þig, þannig að en til að súmera þá er þetta í rauninni bara í mínu lífi í þessu mómenti, þetta eru mínar uppáhalds. Ég er til í að kategóriðsa þetta sem bara uppáhalds í bland við svolítið svona bara hvernig það nær til mín og jú, þetta er, þú veist, maður rankar svolítið sitt uppáhalds líka í svona, mér finnst það skilur best. Skilur hann ekki æsalappa. Að því leiti til ég er ekki að fara að taka mikið af svona myndir sem er svona svo slæmur að það eru góðar og hólfa það. Þannig að það er alltaf eitthvað level of quality sem ég reyna að fara rauk fyrir að presenta að sé ástæða fyrir vali. Ok, þannig að þú fóst svolítið svona þálega að velja uppáhaldsmyndir. Já. Ok. Ég finnst það skemmtilegast. Já, það er náttúrulega skemmtilegast. Já. En málega, ég ger það ekki sjálfur.
Hún vilja bara besta. Nei, það er ástæða fyrir því. Ég er búin að taka upp miljón þætti. Ég er búin að ef ég verið að gera mínu upp á sæfmyndir, það væri Matrix, það væri Terminator 2, það væri Aliens, Back to the Future, eitthvað svona dót. Ég er búin að tala þetta svo mikið. Þannig ég fór frekar í eitthvað svona, kannski eitthvað sem er vanmetið. Mjög gott. Eða líka bara eitthvað sem bara ræða við þig Já, ég er svona pínu, það er alltaf dassa því líka, það fittar líka svolítið inn í þetta svona current atmó sem maður upplefa, sem af hverju eitthvað í uppáhaldi, skilur við. Maður vill líka svolítið, segja, við ekki athygli á eitthvað sem góðu, og ef það vill svo til að það frábært stöf en betra, skilur við, og líka með þetta, og sama hér, ég hef búin að ræða alveg þaular vissar mjög svona virtar sci-fi myndir sem ég bara svona, ok, sem aðeins geim ykkur hérna á bekknum, komið á þér núna. Og þú varst með þetta það? Já, og ég tek það fram í hvers skipti sem kemur, það gæti hafa verið þessi, þetta svona, já, hún var bara veik þennan dag. Veik þennan dag. Ok, má ég núna fyrst koma með smá gisk? Aha. Þú veist þess að sem sagt með 10 myndir. Já. Segjum bara 10 myndir, þá séu 5 og 5 í sendildunum. Mér langar að giska á 2 myndir. Já, ok. Og ég vílaði strax. Og einu sem þú bara segja já og nei, skilur. Fyrir sér bara nánar út í það þegar kemur, ef þessar myndir á listan þínum. Ég hugsaði með mér, ok, það eru örugglega 2 myndir sem tómum með. Og þú mátt líka giska hjá mér. Já, ég mun gera það. Ok. Ég ætla að giska á eina af þessum 10 myndum er Snowpiercer. Nei. Djöfull, ok. Ég ætla að giska að eina af þessum 10 myndum sé mynd sem heitir High Life. Næstu því, en nei. Djöfull! Ég var bara, shit, ég vissi hvað það er sér á listanum. Ég held ég svona að það er ekki sko Ad Astra, og það höfust, ég veit hvað við stöndum á henni. Nei, ég hugsaði mér, High Life, ég er ekki með að sjá High Life, High Life og Snowpiercer. Ég veit, þú fílar hana, ekki? Ég fílar hann í tætlu. Já, ég sé hvora. Ok, það var gott eftir. Ok, ég ætla að tjekka þeim. En þetta sérst klikkaði hjá mér, giski mín. Já, en það er fínt samt alltaf að sikta út Snowpiercer og fólk sem á eftir að sjá hana, má endilega hafa það í huga, þetta er fullkomin nýjársmynd, eða svona áramótamynd, og það meikar mestmenglis bara sens þegar þú sérð hana í samhengi sögunar. Þannig að svona til aðeins að auka kýtlið, Snowpiercer er eina af þessum myndin sem, þú veist, ég þekki mjög margar, sem ég er búin að segja í áraraðir að kíkja á þessa mynd. Svo fæði maður message einstakassinnum, svo bara what the hell, hey, ég var að horfa á Snowpiercer, skilur, og fyrir skilabóðan kannski 2015 eitthvað svo leiðis, og svo bara, hún er fucking góð. Já. Þú fær skilabóð frá mér eftir ár. Það væri frábært, ég meina þú veist, og ég held einmitt þegar Bong Joon-ho væri komin aðeins meir inn í kosmosin eftir Parasite, svona ok, nú er fólk að fara að kíka á gamla sarpin, nei, ok, gamli sarpin getur beðið, en þú veist, ég meina þetta er góð sarpur, gott að eiga eftir. Algjörlega. Viltu giska okkur að 2 mér? Sko, fyrsta sem ég hefði alveg hlupið, sko, er bara basically spurningin, erum við að fara að tala aftur Aliens eða Terminator 2? Nei, ég get satt það strax, nei. Þú veist, er einhver já, þú veist, mér langar, sko, og ég tók mér þess að eitt sjens sem kannski er betra að koma inn og setna mér, og sjensin, í þessum sjens liggur það að það er einminn sem er mér ótrúlega kær, en ég hugsaði, ég ætla að sleppa henni með vonið það að Hafsteinn sé með hana. Já, þú meina það. Þannig að við náum umræðinni og þá getur komið, svona, þetta er Raid 2 dæmið sem við lendum í. Þannig að svona, yes, hann tók við henni, tölum Raid 2. Ok, þannig að sú mynd, ég sérst ekki á listan þínum. Nei, ég tók ákveðin séns með eina mynd. En ég veit ég veit ekki, en ég veit hvað þeim finnst eina ákveðina mynd, hvort hún á listanum á eftir að koma í ljós. Mér langar að giska á hana, en þá gæti ég verið spoiler fyrir meira djúsi umræðu. Ok, viltu á geyma það? Já. En viltu giska á eitthvað á því bláin? Fyrir utan þá þessa mynd? Tókstu Matrix? Nei, ég er ekki með Matrix, ég er ekki með þessi... Var óhaf svona, hún er hasar, heldur en... Nei, ég er bara búin að tala svo mikið hana. Ég skilji, ok. Þetta er bara upp á þess myndi mín. Ég skilji, og ég er bara eiginlega eitt af því sama hér, en ég skiptir út á bekknum. Það var hún á bekknum með það? Nei. Hún er á bekknum, ég hugsaði Hafsteinn hlýtur að tala Matrix. Þannig að nei, sorry Matrix, hún fær enga athygli. Ég ætla að gera sér Matrix þátt. Geggjað, ok. Rétt á hann að fjórðakjum. Já, en mér finnst Matrix eiginlega flawless bíómynd. Mér finnst það líka. Ég er mikil Matrix klappstýra, fíla framhaldsmyndar eins og við talaðum, elska Animatrix. Ég er alveg semi-pepp í nýjustu. Ég er líka. Ég er bara með enga væntingar. Ég vil bara ekki, þú mér nefndir að, held ég á bíófíklum,
bara vonir þetta verði ekki svo Force Awakens, ég er sammála. Já. Eitthvað svona loose remake, eitthvað... Þetta leiðilega orð, legacy sequel. Já. Svona fjórða myndin sem er samt svona nýja númer 1 og er svona ekki. farið gegnum gömlu taktana með einhver svona crunchi af einhverju nýju. Ég vona að hún verði ekki þannig. Nei. Ég vil sjá hana með nýjar hugmyndir. Ég bið ekki mannað. Ég líka, en ég bara elska hana heim svo mikið. Sama hér. Skemmtilegur heimur. Það er alveg svigrúm fyrir aðra sögu líka. Skilur, Revolutions er engin, skilur, harðkjarna endir. Hefur þú spenntar ef þetta verið alveg nýtt kast? Nei, ég get ekki sagt það. Já, þú vilt fá Keanu Reeves og... Sko, eiginlega eina undantekningi sem ég hef gert prívat og persónulega, ef ég hefði getað fengið eitthvað slott með Warner Executives, þá hef ég sagt, ef þið viljið gera eitthvað Matrix, nema það að fá Keanu Reeves aftur og fyrst og fremst bara fá blessunu hjá Wachowskis aftur. Það, mér finnst það eiginlega skipta meira máli. Einu alternative sem ég hefði sætt við væri að gera bara prequel úr The Second Renaissance, sem er úr Animatrix, sem sýndi hvernig vélarnar tóku yfir. Það var cool saga. Það er geðveik saga. Já. Ótrúlega flott tvenna. Já. Þannig að... Það er alveg spennandi. Og það er minnst Animatrix að vera rosalega vannmeti sem bara, þú veist, þetta er world expanding, er samt svona sitt eigið thing, leikur sem er alls konar stíla og komplementar þríleikin frekar heldur en það skilur eitthvað cash grab á. Ég fíla það í klessu. Mér fannst líka alltaf skrítið eftir framhaldsmyndunar og Animatrixið að væri ekki svona eitthvað að Matrix hefði ekki bara orðið svolítið svona eins og Star Wars eða eitthvað, hún er einhverju risa heimur, kannski fái reglulega einhverja myndir og eitthvað, svo bara gerist ekki neitt, það svolítið bara dó, þannig ég er alveg, ég er bara svo mikil Matrix maður, þess að ég er spenntur fjórðu. Já, ég sko, á árunum liðinu finnst mér að hafa sinn sjarma á einhvern veg, út því að mér hefur verið á slandu Matrix með það sem svolítið bara sem negin trílógi, skilur, sem bara, þetta dæmi, þetta er þingið, skilur við. Bring back trilogies, eins og við tölum og hérna líka myndi að segja, þetta er nægilega open-endir, en þetta er líka keyrt á filosófíu og hugmyndum og það er góður hasar í þessu, sumt ábóndavant í seinni myndunum, eins og við rættum, en líka með þetta element að ég hefði ekki viljað endilega tímalínu í okkar heimi þar sem við værum að fá, þú veist, 8. Matrix-myndina og núna kemur Keanu Reeves aftur. Yes, nú erum við spennt. En það er samt svo magnað, þú lítur að muna eftir þessu líka að það var huge hype fyrir Reloaded. Bilað. Svo bara þegar kemur að Revolutions, bara, þú veist, krybbuljóð. En getur það verið gallið þeim að þeir gefa út báðar sama ári? Ég held það alveg, sko. Það vant alveg, mér finnst það með svo magnað. Þetta var styttra tímabil, heldur með Kill Bill myndana, það ekki, skilur við. Jú. Reloaded kemur í maí, bara kemur hann það beint inn í bíósumari 2003, strax eftir X-Men 2 eða eitthvað, minnum mig. Já. Svo bara, nóvember, strax komin í Revolutions. Þú veist, leifa smá marineiningu, leifa okkur aðeins að, já, þetta var svolítið klest. Ég held hún að svolítið svona, hún fjall í skuggan svolítið mikið. Já. Og líka þegar Reloaded var ekki alveg myndir sem að fólk held að vera. Akkurat. Og sama með að, þú veist, sagan var ekki fyrir Neo og það sem hann held að það væri, skilju. Hann er hérna bara hinn útvaldi og svo er öll framhaldsmyndi bara afbygging á því sem að fyrsta myndi var að stilla upp og auðvitað recoil og svona áhörfundu við því. En, þú veist, en líka bara að eiga aðeins meiri ramma á millir í Reloaded og Revolutions hefði alltaf bara hjálpað, skilju, að fínslípa Revolutions aðeins meira. Já, meina að það kannski verið 2 ára milli eða 1 ár? Nei, bara það skilur bara auka 6 mánuðir hefði hjálpað, skilur. Það var bara ára milli, skilur. Önnur kemur inn í sumarið 2003 og hinn hefði komið sumarið eftir það. Eitthvað svoleiðis, bara aðeins að leggja meiri vinni í hún. Mér finnst Revolutions hafa svo margt gott við sig, en mér líður einhvern veginn eins og hún sem mest röst af þeim. Þessu þremur? Já. Það er einhvern svona fílingur sem finnst eins og vanti meira. Eins og þegar Sæjanbardaginn kemur, mér er ekki nógu andum karakterina, skilur, þetta er svo mikið bombast. Sammála. Og skilur við verið og bara bókstaflega hálfu ári áður, mér finnst leiðilegt að spoila, en þú veist, fyrir fólk sem á enn eftir að óútskiljanlega kíkja á Matrix-þríleikin, en ég man sérstaklega eftir þess að þeim tíma, climaxin í Matrix Reloaded er skilur, nei, shit, Trinity má ekki deyja, nei, hún er að deyja, svo skilur, hvað fann hún á lífi? Og hvað gerir svo rétt fyrir climaxin í Revolutions? Shit, Trinity er að deyja. Hún dó. Já, einmitt. Vantaði ekki svona kannski aðeins meira svona, erum við ekki búin að fara í gegnum þetta pínu? Já. Margt sem vantaði, en mér er samt andum þríleikin. Fyrsta myndin er alltaf bara, hún bara svo flæðir, allt aksjónið vefst inn í innihaldið og kontentið, mér veist spekinn virka, struktúrum virkar, hún er cool, hún er allir pakki. Finnst þér Matrix, fyrsta myndin, finnst þér hún virka bara fullkomlega sem bara ein mynd? Hún gerir það.
mjög vel. Hún var að gera það rosalega vel. Akkurat, já. Það hefði ekki þurft að koma framhaldsmyndir. Nei. Þetta er bara samanskilu, þú horfir á, ef maður tekur sambærilega perfekt bara afþrengar actionmynd, þú veist, Raiders of the Lost Ark hefði virkað fullkomlega sem bara ein mynd, ein Indiana Jones mynd. Já. Þó að það sé ekki endilega linkaða saman, en það er líka oft, er það ekki líka oftast bara kosturinn? Sama og hefur verið rætt, mér sé bara nýverið í þessum þætti með, þú átt að fókusa á myndina svo með hverja fyrir sig, í staðins að vera alltaf að ofplana hvernig framhaldi verður. Þess að þegar Nolan gerði Batman Begins, hann var ekkert að hugsa, þegar ég gerir Dark Knight, þá byrja partíið. Hann vildi bara gera sína góðu Batman Begins. Svo byggir hún á það. Og það er svolítið galdur, og mjög vannmyndin galdur. Hversu óþólandi er það þegar þú sér svona sequel-beita í fyrstu myndunum, og svo kannski floppaðir, og bara svona, ok, þetta var useless orka sem fór í þetta. En erum við að fara að fá það með Dune? Mögulega, bara eitthvað svona, herru, hún kannski, segjum hún floppi. Já. Fáum aldrei 2. Ef hún floppar, þá fá sannlega ekki sinni heilmíu, nei. Er það ekki svolítið mikið sorglegt? Sérstaklega maður kannski ádra fíla hana? Ég meina, þú veist, náttúrulega bara svona worst case scenario er tillegsun að hún verður ógeðslega góð. En, þú veist, út af því hún er svo ógeðslega góð, þá þýðir það að hún er rosalega svona tjúnið inn í það sem að gera til þess bara source-materiali gott, sem því það er ekki mesti crowd-pleaserinn mögulega. Þannig að þetta er svona, við erum með frábæra mynd, og þá verður framhaldið svona eitt að þessu hvað ef. Svona, mér langar að, ég vildi óska að við hefum fengið Dredd 2. Ég vildi að við hefum í alveg fengið Independence Day 3, þó að 2 var ekki beinleins góð. Mér langaði að sjá minn hérna Intergalactic Space Barda, og 2 var ekkert nema teaser fyrir það. En af hverju var ekki Independence Day 2 súmynd? Af hverju gerðu þau basically bara stærra gameskip og stærra geimurur? Ég hata þetta einmitt, þú þurfti einmitt að spila þetta Lego sequel dæmi, að byrja safe og svo ferði í crazinessið. Þetta er það sem Hollywood, að ég þola ekki við Hollywood, þeir verða svo mikið að ísa fólkið, og Force Awakens er ekkert nema táknmynd þessara pælingar, sem er einmitt þetta svona, ok, Star Wars komið aftur, en myndir snýst meira að sannfæra fólk að Star Wars er komið aftur, og fá gamla svona ilminn af Tatooine og þessu, svo skulum við fara að gera eitthvað, og þeir gerðu það svo sannarlega, en skilur þeir voru ómikið að hugsa safe betið, og ég vil alls ekki Matrix mynd sem playera safe. Þannig að, þú veist, ég er því sár. Já, þú veist, það væri eiginlega bara svona svolítið svik við hvernig eina mynd að stilla svip. Það eru svo alveg morandi í alveg ideológium, alls konar konseptum, skilur, bara, þú veist, af alls konar tegundum. Þannig að, þú veist, maður vill svolítið fá extension af því sem að fittar inn í gamla heiminn, á þess að vera svolítið svona, fílar ekki gamla heiminn? Já, ég verði ekki hana eftir svo trailerinn fyrir Matrix, þá er ég alveg pínustressar. En mér varst trailerinn flottur. Þetta er flottur trailer. Já, ég var spenntur. En ég meina, þú veist, þú getur sett White Rabbit mix yfir nánast hvaða TikTok frat sem og ég myndi vera, þetta er töff. En eftir meira að pæla það, þú varst pínu kannski svona, eru þeir að fara í gegnum sama og áður? Þú veist, aftur að koma svona training-montage og hann að vakna og skilur þau? Já, ég vona að þetta sé allt svona blekking til að sé einhvern veginn fyrsta úr því, skilur þau? Það er kannski eitthvað reboot, ef einhver sería á rétt af því að kalla sig reboot, skilur þau, í alls konar svona tölvulingu og merkingu, Matrix kemst upp með meira en maður myndi halda. Þannig að, þú veist, en þetta verður alltaf spennandi. Ég er alltaf spenntur að sjá extensionið. Ég er alltaf ekki bara eitthvað svona, en helsta sem ég hef ágjörð af líka er með þetta, eins og ég talaði í Force Awakens meiningunni, sem er með þetta, ég vil ekki að þessi mynd sé gerð til þess að koma, við erum eiginlega að reyna að bæta upp fyrir 2 og 3, úti hún fjall ekki rosalega vel í krami hjá almenningi. Já, ég skilur. En þetta verður svona mynd sem mun ekki gera neinum fúllíti geðs, en það er svartsýna. Já, eins og þessi hálfgerð svona afsökunar beðinni bara. Í rauninni, svona, þetta er svona raunverulega Matrix framhald sem vildi, sem dregur alveg múti úr þeim sem að fíluðu hinar 2 myndar, sem bara, ekki fara back to basics. Ekki stróka þar út. Ég er að segja það. Þannig að það væri versta scenaríóið af þessari mynd. En aftur, út af þetta er Lana Wachowski, og ég stór ef að hún hafi gert þessa mynd á þess að hafa fengið blessun systur sinnar. Það er búin að alveg spá í þessum heimi og það er skilst mér hafa alveg eitthvað fram að færa og ég er alveg peppaður við því að við erum Cloud Atlas gæjar þeir fengur David Mitchell til að eiga þátt í handritinu sem skrifaði Cloud Atlas bókið. Já, mér varst það mjög áhugavert. Og þú veist, þeir eru með John Toll sem skaut Cloud Atlas sem gefur myndinni nýtt look frá því sem að Þetta er ekki Bill Pope. Þetta er ekki Bill Pope. Þannig að þú sér það strax á trailerinn. Það er alveg, hún er ekki með hennan græna
bjarma og skilur þetta sömu palettuna, hún ekki með þetta nostalgíu look sem ég fíla. Þetta algjörlega nýtt fíl af sögu og þannig á það að vera. Ég fílaði líka, ég las eitthvað komment á YouTube og það var eitthvað sem að tala það, margir voru að spyrja, hvað græna lookið? En það var eitt sem sagði, og mér varst það svolítið töff pæling. Hann sagði, þetta ekki bara meira advanced simulation? Gæti verið, kannski ekki verið bara fyrir þessum viðkomandi sem að sagði þetta, kannski bara þetta Matrix lookið, skilur En ég ekki alveg þar, vegna þess að, ég veit ekki hvort þú manst eftir þessu, en mér fannst alveg raunverulega sárt þegar þeir transferuðu Matrix fyrstu og stiltu litapalettuna til þess að líkjast meira 2 og 3. Fyrsta myndin meira alveg svona stíl í blá, skilur með sterkar kontrasta. Vá, gerðu þið það? Já, svo í fyrra, og þeir sýndu það mitt í sambjónum á síðast ári, þar sem að þeir sýndu Matrix aftur fyrstu í nýja remasterinu, 4K remasterinu, þar sem þeir tók aftur gömlu palettuna og Bill Pope fór sérstaklega yfir það transfer. En hvenær sérst breyttur, bara þegar sérst í kringu 2003? Það spurning hvort, ég held, ég voru ekki alveg að fulla það, en mér minni að það hafi gerst mitt bara þegar, í kjölfar útgáfu af Reloaded Revolutions. En það var alltaf grænt tint svona yfir. Alltaf, já. En þeir eiginlega fóru overboard með það, skilju, í sumum senunum. Ég vil mína Matrix 1 bláa, svolítið, Þetta alveg, fólk ætti endalega að kíkja og að googla sér til mismunin. Þetta er ekki mikill munur, en ef þú veist þetta líka svo galið, þú vanur ákveðnu lúkki á mynd, svo bara, af hverju þetta? Skilur, eins og hefur það tíðkast oft. Ekki það fíkt í þessu. Það má alveg snirta og skilur, og slípa og kannski, laga víra eða eitthvað þannig, ég hef hort á Matrix það oft að ég get aldrei hort á skotið þegar Neo stökkva, þannig að my name is Neo. Og hann heldur í vírana til að spynna sér. Það má alveg stróka þetta út, En tölvi gera hákallin í Jaws? Að tölvi, nei. Eru þið sátt það? Nei, það væri mitt mér svona, það væri bara stórt af hverju? Að því að alltaf tala hans svo mikið fake og bla bla bla. Lukas, hvað varst að gera? Hann og Spielberg eru félagar, hann smita hann á einhverjum áhuga. Ég meina að Spielberg gerði sjálfur fatal mistök, svona innan gæsalappa, þegar hann náttúrulega gaf út remaster af E.T. 2002. Það sem að voru ekki löggur, þeir voru með haglabissur. Svo talstöðar. Það var sem skiptið fyrir talstöðar og það bara svona, nei, það má ekki implæja, barnamorð, og það var breytt bara svona að því bara Breytti hann þessu, veistu það? Spielberg breytti þessu, en hann sá svo eftir því. En þetta svona merkjum það að listamaðurinn bara ekki sami einstaklingun og orðið mýgri. Nei, þetta svo ljótt, ég get ekki gert þetta, en þetta byggt inn í myndina, þetta bakað inn í myndina. Við erum vanir bissonum að sjá talstöðunar bara svona, fyrst að þetta tekur steiks úr senu, þetta bara önnur útgáfa af Greedo og Han umræðinu, þetta bara svona, þetta breytir, þú getur breytt svo miklu með svo litlu. En ekki svo galið að fara tilbaka og reyna að breyta sögunni, skilur við? Mér stæði bara sína merki það kemur að mér alltaf þessu spurning bara, fyrsta lagi af hverju, og öðru lagi bara, resource-arnir, þetta bara meikar ekki sens. En ég meina, ef þetta er eitthvað svona itch sem að listamaðurinn hefur fyrir verkjunni, eins og greinilega einkendir Lucas á tímbili, það sem bara, þú veist bara að hann átti svefnlausar nætur yfir, Ewokkarnir verða að blikka, ég mun ekki sofa rólega fyrir þeir fara loksins að blikka. Þannig að maður bara svona, ok, you do you, en á sama tíma, þú veist, ég get alveg lifa án þess, og ég vil helst mínar í Return of the Jedi án þess að hafa einhvern gogg hérna í salakpittunum, eða Darth Vader að segja það sem þarf ekki að segja. Gogginn maður, goggurinn. Þannig að stundum bara svona, og aftur kemur að þessari setningu sem að Peter Jackson notaði oft, bara eitthvað, þú klárar aldrei bíómynd, hún tekin af þér. Þú bara missir, bara deadline er komið. Já. Þá bara svona, hvað náður að gera við tíman og resources sem við hafðir fram að því. Og því ekki að vera alltaf bara svona, aðeins meira, heyrðu, hérna er nýrfæll, come on, síðasti, skilju, og ég held einu svona að director's cut væri svona ákveðið statement hjá leikstjórum, bara heyri, þetta er málið, þetta er mitt vision, svo mitt svinna mér, nei, heyrðu, final cut guys, heyri, come on, heyrðu, final cut, þannig að núna er eins og director's cutin sé einhvers konar svona upphutur, þetta tekur svona valjúið úr því, já, algjörlega fáránlegt, Ridley Scott gerir þetta, Francis Ford Coppola gerir þetta, Oliver Stone náttúrulega bara, hann hætti ekki að hóta okkur með meiri útgáma af Alexander á tímbili, kemur í bíó í 3 tíma, svo kemur director's cut sem er styttri, svo kemur final cut og maður bara,
nennir að fara úr sandunum og Colin Farrell blætinu og bara svona gera eitthvað nýtt. En á Blade Runner ekki með þið? Jú, sennilega. Þessar 5 útgáfur. Þegar gáðum útling var Blu-ray útgáfu með einhverjum, hvað var það, 3-4 útgáfu af myndir? Já, þær eru samt í rauninni 3. Það er theatrical útgáfan sem er með þetta alræmda voiceover. Svo bara þetta director's cut, svo final cutið. Og þarna er líka búið að þiffa í litunum og palettunum og svona aðeins og tjúna upp á rammana. En svo voru hinar bara einhverja svona supplementary útgáfur, eitthvað svona bootleg þetta hér og þar með miniskulbreytingum. En í mínum huga er í rauninu bara það er Blade Runner og svo leikstur útgáfan. Annað er í rauninu bara svona aukaefni, meira eða minna. Já, byrju, þegar þú horfir á Blade Runner, horfir þá, er það director's cut, ekki final cut? Það eiginlega fer til múti. Ég hef alveg, ég hef alveg smá soft spot fyrir theatrical útgáfan á Blade Runner. En ég náttúrulega er ekki heimsins mesti Blade Runner aðdáandi, þannig ég er bara svona, út af hún er svo mikið að vera með þetta hard-boiled noir dæmi, þó að Harrison Ford er að deyju leiðindum þegar að lesa þessa narration texta, þetta bætir alveg einhverju við ef þú metur myndinu sem bara svona einhvern svona harðsóðin reifar einhvern meginn meira og meðan dreftskotútgáfan fer svona í aðeins dýpri, meira ponderous áttir og er ekki að útskýra allt of mikið. Og meðan þú veist eins og í Tears in the Rain sinni frægu, þá er ræðan alveg er stórkostleg og svo viðbröðin sem að Harrison Ford eða Deckard tekur eftir það, þetta er svolítið svona, þú getur túlkað ýmislegt úr þessu, en skilabóðin er svona frekar bollíkjandi ef þú ert að horfa á myndina og ert dottinn í hana. En svo ertu með bíóutgáfuna, sem er mitt bara eitthvað, hann er að tala með mitt, hann er basically bara að taka dauðan í sátt, Roy Batty, skimur í hérna voice-overið. Ég veit ekki alveg hvað hann var eitthvað að dauða, hann er eitthvað þreyttur á lífinu, eitthvað svona, wow, það var allir nú hans farin, þetta er gert fyrir náttúrulega svona hinn almenna áhróta sem við bara hvað var þetta? Ok, takk, svít. Sem vil láta mata sig. Akkurat. En suma myndir er ekki gerðar til að láta mata sig. Hvað þá eftir á? Nei, ég er að pæla þegar ég horfi næst á hana, að ég er alltaf að gefa Blade Runner annan séns. Ég sem að gera 4 séns núna. Ég bara er ekki alveg að tengja hana, en ég er bara að pæla hvaða útgáfu ég horfa á næst. Hefur þú alltaf hort á sömu? Ég veist ég bara manna ekki. Ég horfði síðast á held ég Final Cut. Já. Sko náttúrulega Blade Runner, það er aldrei hægt að neita hvað hún er influential og er ótrúlega bara einhvern veginn með svona sín fingraför út bara allt sem kallast cyberpunk nánast í árum eftir á og bara hvernig þú veist þetta level og þessi típ af set designi bara mótaði bara hvernig fólk sá dystopíun framtíð og meiri sér skilju á það meiri sér ef að Blade Runner er ekki að hitta til í persónulega, maður er samt bara eitthvað, damn, þetta er töff. Já, 100%. Já. Ég virði hana rosa mikið þessum mynd. En hún er alveg leiðilega samt, sko. Það kemur alveg fyrir, sko. En að því nú tala um Blade Runner, þá ætlum ég að spyrja þig, er Blade Runner 2049 á listanum? Nei. Ok, en ég veit að þú ert mjög hrifin að henni. Ég langa að hafa hana. Hún er á bekknum. Hún er alveg ein af mínum uppáhalds sci-fi myndum ever. Já, er það ekki? Jú. En við höfum talað um henni í svo þætti. Já. En mér langaði samt aðeins að segja þér, ég horfði aftur á hana. Já. Núna bara daginn. Já. Ég er bara fór hann í bíó, var ekki að tengja. Nei. Fannst það bara úksla hæg, leðilega, ekkert að gerist í henni. Já. Svo hitti ég þig. Já. Og Óli Bjarki, vinnur okkar, sjátt á hann. Hann fíla hann líka. Öll sjáttátun á hann. Öll sjátt á Það var í beinni útsending að kynna okkur saman og einhvers konar ormagrifja líka. Hann er snillingur. Hann er snillingur. En mér allan minnir að hann fíla hana. Ég meina, hann á fucking frakkan úr myndinni. Hann á frakkan úr myndinni, já, hann fílar hana. Hann lítur á því. Já. Þannig ég hugsaði mér, ég verði að gefa henni annan séns. Já. Og ég vissi að hann var að taka upp sci-fi þátt. Til langar að vera í frakkan. Langar að máta hann. Langar að máta hann. Þannig að, ég hugsaði mér, ég ætla að tjekka það. Horfði aftur á Blade Runner 2049. Og ég verði að segja það. Ég ætla aðeins að bakka með þess að ég sagði. Nú? Ég kunni betur að meta hana, töluvert betur að meta hana, núna heldur ég sá hana fyrst. Ég var bara að sjá hana annarskipti. Og það var eins sem þú sagði sem satt svolítið í mér. Þú sagði bara eitthvað, minna var orðað á þannig, einhvern leiðu myndinni bara einhvern svona flæða eða... Já, bara svona hellast yfir þig. Ekki spá í plottinu, leiðu þið bara svona hanga með henni. Já, hanga með henni. Já. Og ég hugsaði mér, ok, nú ætla ég bara að gera það, því ég vissi núna hvernig myndin það var. Og hún náði mér. Það er næs. Og þetta er alltaf sjúkla flott mynd. Ótrúlega. Alveg bara, hún má eiga það satt í mér. Ég mundi eftir mörgum skotum og svona,
En það sem náði mér í þetta skipti var svolítið Gosling algjörlega, já. og karakterinn hans. Kannski eðlilega hann aðal karakterinn. Já, já. En ég náði einhvern veginn svona, ég náði að hanga með honum. Mér fannst hann áhugaverður. Mér fannst heimurinn áhugaverðari. Þannig að ég vil bara þakka þér fyrir að benda mér á að tjekka hann aftur. Af því ég, eins og segi, mér finnst hún virkilega góð þessi mynd. Hún er stórkostleg. Og ég tengi við þið mitt nákvæmlega þetta. Og að, þú veist, Deckard í fyrstu myndinni, þetta er persóna. Það er ekki, þú ert ekki eitthvað rosalega en vestari hann. Það er eitthvað við Kay hjá Gosling, ekki bara, og líka bara hvernig heimur myndir hennar virkar og hvernig hann og hans persónuörk virkar. Það er líka bara, þú finnur fyrir hans heim að hrynja á gefnum tímapunktum, skilur. Hún hefur einhverja vikt sem að hinn hefur bara ekki. Finnst mér. Ég er sammálaður. Þannig að, þú veist, það, og mér finnst það mjög mikilvægt að fólk svolítið einmitt reevaluate, sérstaklega ef þetta er eitthvað sem svona situr í manni. Við hefum öll verið þar. Bara svona, hvað er fólk að tengja við þetta? Þetta er bara, þú veist, what the hell? Já. Er maður illa stemdur? Er þetta bara ekki ná til manns? Er þetta bara ekki gert fyrir mann sjálfan? En stundum, þú veist, bara já, eru myndina svolítið bara svona aðeins að svona marinerast og maður kemur svona, það var eitthvað í þessu. Og í tilfelli myndarinn svo Blade Runner 2049, hún er með svolítið unique feel að, þú veist, hún er þetta er detective saga, þetta er sci-fi alveg, par excellence saga með plotti, en er samt ekkert plottið, hún bara leyfir sér að vera. Þannig að, ótrúlega geggjað að þú fékkst jákvæðri viðbrögð við henni þetta skipti. Alveg mun og ég bara naut hennar svakalega vel og hún bara gerði mig ennþá spenntari fyrir Dune. Já maður, hann kann sitt stöf, sko. Já, þannig ég var alltaf búin að segja með Dune, ég bara, ég vona að vera ekki eins og Blade Runner 2049. Nú hefði þetta að spyrja hvort að Arrival var að listanum, en við komum að því. Þú búið með giski. Ég veit það. Þannig ég hugsaði mér, ef Dune verður eins og 2029, Blade Runner, þá, ég nenni því ekki. En í dag, ég er hún miklu svona, ég er hún vongóður að ég eigi eftir að fíla Dune. Af því ef það er aðeins meira hasar, geggja, ef hún er alveg svo Blade Runner, eða svipa, það er talað bara bá múti og svona atmosfæriði, þá verði ég samt sattur, af því að ég er fann að fíla Blade Runner myndir hans. En maður vill heldur ekki venja sig ómikið við hinni hugmyndafræðinni sem er að ef þú tengir ekki við kveikmyndir, þá bara svona, andskotin. Ég býst við að ég þurfa að sjá hann aftur. Skilju svona strax, en það fer oft eftir hvað er myndin að skilja eftir sig, sko. En spáði líka í því að með eins klikkaslega vel heppnaða mynd og Blade Runner framhaldið hjá Denis Villeneuve var og koma svo með þetta stóra mynd eins og Dune og segja svo bara alveg opinbert, þetta er passion projectið mitt. What? Þú veist, ef þetta er passion projectið, þú veist, var hitt bara eitthvað, þú veist, higher gig, skilju. Var það upphittu? Já, ég er að segja það, ég er að hlusta. En þetta er rosaleg mynd, þessi Blade Runner. Og ekki glemma því líka að Villeneuve, hann kom bara, ég veit ekki hvernig sem aðeins fyrsta lagi, eða hvort hann sofi, en það var tímabila sem hann bara dælt út myndum ár eftir ár, og það voru allar góðar. Já, gæða myndum. Já, þú veist, byrjaði með Prisoners manni eftir, þú veist, Instant D var 2010, já, svo kemur Prisoners, Enemy, og strax eftir Enemy kemur hvað, var ekki Sicario? Ég held að Sicario var undan Arrival allavega, ekki? Jú, svo, og bara ári eftir kemur Arrival, svo ári eftir Arrival kemur Blade Runner, og núna, skilur, er actually einhver tími þar sem hann fær að nostra við verkið sitt, og bara, það er alveg svolítið juicy. Er það heitasti leikstjórinn í dag? Hann er ekki nóg mikið svona nafn, en hann er svo sannarlega gískaði með virtari, það hlýtur að vera. En fyrir því persónulega? Hann er alltaf, mér finnst hann algjörlega snillingur. Mér finnst hann svona með þeim forvitnilegri og svona faglegri. Er einhver annar leikstjóri sem þetta eftir í hug? Sem að þú myndir heyra þessi leikstjóri að gera nýja mynd? Edgar Wright. Já, þú yrðir spenntar fyrir því? Já. Vá, Hinn er svo sem kannski aðeins, en ég vil alltaf sperra beirin ef að ég vilja nú vera að gera eitthvað, sko. Ég Sicario, Arrival, ég elska Enemy, elska Blade Runner, Instant D er frábær, Prisoners er fucking góð. Þannig að, ef vilja nú við nýja mynd, lítil, stór, ég er til í það. Það er kannski bara svona nefafylla leikstjórum sem ég hugsa þannig með. Hann er þar? Hann er alveg þar. Þannig að, alveg til í það. Ef að fara í listan okkar? Ég held það. Þið langaði að giska að Arrival á listan okkar? Eftir að hugja, já, en ég er að svindla. Það verður bara að koma í ljós. Það kemur bara í ljós? Já. Ég mista þeirri lest. Það getur vel verið. Ég ætla bara að vara það strax við, Tommy. Ég hef alltaf gert svona upp á djókið á Instagram. Ég segi eitthvað kjafta eða eitthvað og þú kemur eitthvað svona svip.
Þú hefur gaman að því. Já. Þegar setja eitthvað svona mynd á Instagram, þú bara ert neykslar á mér eða eitthvað og þetta er bara allt í gríni. Allt í gríni. Ég hugsaði mér, Tommy, það gæti vel verið að komi svipur í þessum þætti þegar ég nefni einhverjas myndir sem... Ég skrifaði eina mynd niður sem að slíkt kemur til greina með og það verður gaman að sjá hvort að það standist. Meinar þá að ég kemur þessu? Já. Nei. Akkurat öfugt. Svo ég hugsaði, hvaða mynd myndi vera svip invókandi? Ok, það, þú veist... Já, sem að ég kemur mögulega með. Uppáskilur að hafa náð þessari topp 10 síu, þá er mitt svona, dude, ok, ég vil heyra þetta. Þannig að sjáum til. Ok, þetta er svona 5 myndir sem við tökum núna. Núna, já. Svo tökum við 5 partu. Við erum búin að fá okkur vatn og kaffe og svona. Byrja þú, tökum einu. Já. Þú ert gesturinn. Já. Og ég er sjúkla spenntur að heyra listan þinn. Af því ég gæti trúa að við séum ekki með eina sameiginlega. Eftir ég komst að Matrix-þinginu, ég held að það er mögulega ein mynd sem ég veit að við báðir virkilega fílum. En hvort hún ná í listanum eins og áður var nefnt. Já, ég skil þig. Þú veist ég fílana? Já, þetta gæti verið annað svona Mad Max-syndróm. En Mad Max 4 er ekki mínu lista. Nei, ekki mínum heldur. Þannig að þú veist, en það er eina sem er dettur í hug. Annars, þetta er bara svona all bets are off svolítið. Ok. Og ég líka, út af við erum báðir líka svolítið með tillit þess að svona varpa mér í ljósi á vanmetnamyndir og alls konar. Þannig að svona, við erum báðir svona að gramsa í sikvarum áttum. Þannig að það verður gaman að sjá hvað overlappar og hvernig. Þetta verður einhver grautur. Já, en það er líka bara skemmtilega, skilju. Það er bara meira til að tala og meira svona... Mikil skemmtilega. Já. Og allar þessar myndir, ég bara, vá, mér langar að vita hvernig Tommy fílar þessa. Ég ætla líka að giska á eitt núna strax. Já. Ég held, að þú ert alltaf búin að sjá rosa mikið magna myndum. Ég held í sem eina mynd sem þú er ekki séð. Ég vona það. Mér finnst alltaf gaman að bæta á watchlistan, en hann er alltaf langur. Hann er alltaf langur í öllum. Hann er mjög langur. Og sýndi mér manneskjuna sem tekur hann í röð, eða bara eitthvað svona, ég ætla að klára watchlistan minn á þessu eða næsta ári. Það gerist aldrei. Það gerist aldrei. Ok, förum að byrja þetta. Ég byrja. Komdu með eina mynd. Mína númer 10. Já, númer 10. Rankaðar allar? Ég rankaði þér. Já, ok. Ég rankaði mínar ekki, af þetta er ekki þannig listið mér. Nei, sko, þegar þú segir það, ok, ég get alveg sætt mér það að 10-6, listi minn í þessu rándi, hann er voðalega bara svona upp og niður, skilju. Þetta getur verið, það er engin sérstök ástæði fyrir því að þessi sem ég er að fara að nefna núna sé í 10. sæti en ekki 7. En þegar við komum næstu upptalningu, þá er ég komin algjörlega í ranklistan. Ertu þannig þá á efstu 5, eða? Já. Ok. Þannig að það er svona gistið á bakvið listan. Þetta er meira svona búið gamanið? Já, svona meira, þannig. Ok. En 10 myndir eitthvað síður, 10 framúrskarandi myndir. Fyrsta myndir sem ég nefna er Gattaca. Sorry, ég er ekki að hlæja. Mátt hlæja? Það er fyrsta myndum mín. Nei! Fuck, það er geðveikt. Ég er ekki að fucking grínast í þér. Það var að svipir í þessu. Gattaca er fyrsta myndin. Hún er geðveik. Ok, sorry, ég ætla ekki að trufla þig. Nei. Það fannst það bara sjúkla að fyndið. Gattaca, hún er nummer 10. Af hverju með Gattaca? Gattaca þetta er svona góðu thriller. Þetta er mjög kjötið sci-fi mynd frá Andrew Niccol, skrifaði leikstýrað honum, hann er náttúrulega handritshöfundur Truman Show. Og einn af þessum, hann fór svolítið Neil Blomkamp-leiðina í lífinu, þar sem að hver mynd sem hann gerði síðan eftir bestu myndina, þess fór síðan alltaf að vera bara svona verri og verri, og fór alveg svona endurtaka sér meira. Eftir þess að fór hann að gera Simone með Al Pacino, fór svo í In Time með Justin Timberlake, en Gattaca er Andrew Niccol í sínu præmi. Þetta er bara, hún er spennandi, hún hefur texture, hún er svo flottan, svona ótrúlega viljandi, svona snirtilegan klínískan heim og hún er einmitt svolítið einmitt að hvað sem er svona berjast fyrir lítilmagnan með mitt. Þetta er svona mynd það sem að samfélagi bara komið í það að þú ert annarkvæmt bara invalid eða þú ert bara hérna í príma standi. Og hún er það svolítið svona að láta, hvað segir maður, bara láta drauma sinna rætast gegn öllum hindrunum. Í stuttum máli, hvað myndir segja hann í rauninni, bara fyrir það sem maður kannski ekki séð hana? Hún er eiginlega sko þannig að samfélagi er svolítið þannig framsett að þú mátt, þú ert eiginlega bara svona genetískt fullkomlega metin, skilur. Já. Þú þarft að vera í toppstandi líkamlega og ef þú ert með einhvern svona, eitthvað svona fæðingagalla eða eitthvað sem svona hemlar þig, þá ertu bara strax settur neðar í fæðikeðina bara í samfélaginu. Og Ethan Hawke leikur einstakling sem hefur þann draum að vilja bara komast út í game. Þetta hljómar rosalega Disney, en hún er það ekki. Hún er, eins og segi, hún er mjög klínisk, hún er mjög svona analytical og
ég elska það við hana og þetta basically það að hann svolítið svona svindla sig og búa til nýtt identity eins og hann sé sérst ekki þetta invalid eins og þau eru kallaðir í samfélagi myndarinnar. Við meina invalid basically því það bara já, ef hann með lélegt þol, þá bara nei, hann á engan sem syngað. Það bara, þú ert bara hólfaður sem einstaklingur. Og þeir farnar fikta líka í. Já. Við minnum ekki fóreldarnir spurðu bara, vilt að batna þetta sem brúnu? Nákvæmlega, já. Þetta nánast bara genetískt bara kokka frá grunni og skilur bara gera grein fyrir því að ef þú vilt eiga barnið, þá gæti hann orðið svona og það gæti hefta hann setna mér. Bara svona, er það lífið sem þú vilt fyrir barnið? Skilur, þetta svona, það er verið að bara móta prófílana í rauninni áður að skilja hvað hann kemur inn og þetta er alveg stærri spurningar í kringum það eins og segja, þetta er Er þetta siðferðislega rétt og allt svoleiðis? Og líka, ertu raunverulega betri þó pappírinn segir þú sért betri, skilju, þó sért með betri menntun, þó sért komir hérðan og hann er algjörlega að defæja í rauninni öll svona conviction í þessum heimi, svo kynast hann nú með Thurman, Jude Law er frábær í þessari mynd og hann er svona kona með honum, svona long con til þess að hann tekur inn hans identity. Já. Af því að Jude Law hafði lent í hjólastól, lent í úr slisi, hann gat ekki orðið geimfari til dæmis. Já. En einmitt, hann tekur svolítið hans identity og alltaf skrúpa sér hvernig degi svo að DNA finnist ekki á vinnustanum og eitthvað svona. Það er kannski mikilvæg punktur líka er að þú veist, það er rosalega íslít, allt á að reykja til DNA sem skilur. Það bara, hið minnsta húðflag getur, þú veist, bara gefið upp, skilur, og hann þarf virkilega, og það er einmitt svolítið með þetta klíniska nature myndarinnar, því líður stundur bara svo tense út af því, skilur, ef hann fer á eitthvert og skilur eftir sig, skilur, bara hár, stakt hár, þá getur rannsóknarlögreglan, það er svona ticking clock element í myndinu sem er svona að kanna hvort það sé rauninni eitthvað frá ekki í gangi og þú heldur mig í þann Hawke alla myndina, þú vilt að hann fari í fucking gamein og ég elska tónlistin í myndinni, góð leikstjórn, gott handrit og hún heldur og hún flæðir, þetta er gott stuff. Ég elska Valdi Gattaca. Veistu hvað sem mynd heitir á íslensku? Gattaca. Nei. Þetta var eitthvað sem ég myndi og ég var að flettis upp. Reyndur að þýða Gattaca? Ég menn, þú maður hvernig þetta dagskrana leit út hérna á fornum árum. Gamla dag. Og skilur við mér, Die Hard er ekkert bara hérna, þetta er Die Hard, þetta voru tæpasta vaði. En fuck me, sko, Gattaca á íslensku gekk lengi en þannig að genin koma upp þig. Ég er ekki að djóka. Þetta er ræðilegt. Viðbjóður. Þetta er literally, sko, ef ég væri algjörlega meðvitaður hvað þetta væri, ég var svona... Genin koma upp þig. Andjóks. Shit, það er ræðilegt. Og ég man, ég var alveg setn í partí hvað þessa mynd var það, sko. Hún var ekkert hittari, bara langt í frá. Nei, alls ekki. Það var mikill svona underground sci-fi kultari og ég kynntist henni svolítið svona á setni árum meira. Mér fannst það bara að lúka frat leiðilega í svo langan tíma, skilju. Póstirarnir voru glataðir, einhvern veginn svona, já, þeim gekk ekki að selja hana, alltaf fyrir mér, en svo bara, þetta er geggjumynd, ótrúlega vanmyndin. Mér er geggjað að skilja nefna hana, því að allir sem ég þekki, félaga mín og svona, þeir fyrir allir Gattaca. Já. Og ég horfði aftur á hana fyrir kannski 2-3 mánuðum. Það er ekki talað sem ég sá hana. Og ég hef ekki séð hana í 12-15 ára eða eitthvað. Já. Og ég var bara, vá, djöfull eldust vel maður, frábær mynd. Þú gerir það. Góð saga, bara allt sem þú nefndir, Ethan Hawke geggja, Jude Law geggja, chemistry geggja, hún er spennandi á köflum. En þess að myndi fjallarinn líka er að það er sérst framið morð. Já. Það sem hann er að vinna að reyna að vera geimfari. Þannig að löggan er ennþá meira á svæðinu og er að rannsaka það. Þannig að hann er ennþá meira hættu og hún er ógeðslega spennandi. Mjög. Veist þú segir, maður heldur mann allan tíman. Og þú veist, mér að hann er líka hérna, skilur með linsurnar, manstu. Já. Bara það er heil sena þar sem að hann þarf að bera sig eins og sé með fullkomna sjón og skilur krossa einhverja hraðbraut og við sjáum hans POV þar sem skilur þetta er bara þetta er martröð en hann þarf að halda pókerfeysinu hann þarf að sína já, ég vil ekki gefa på mikið þetta er bóka eina sem myndir sem margir er bara what? Gattaca og við erum lengur búin að googla en hún er þess virði hún er alveg málið 100% maður já, ég get alveg trúið því hún kemur alltaf hvað er 97? Ekki 99? Já, 97 frekar en 8 ég myndi skjóta 97 97? Já, ég nokkuð vissum það En hún er allavega hún er fyrir 2000 Alveg, já, vel, já Og ég er sammálar, hún er vanmetin af mörgum held ég Já, og mér finnst mjög leiðilegt hvað mitt Andrew Niccol náði ekki svona, ok, ég kannski það gæti verið undantekning með hann gerði náttúrulega Lord of War ég var aldrei hrifinn á henni en mér skilst að mörgum fannst hún frábær Mér fannst hún fín
Já, það var svona. Mér finnst ekkert frábær. Svona Goodfellas light með skotvopnum. En skilur, svo gerur hann einmitt aðra svona high concept, svona sci-fi myndir, skilur, eins og Simone, skilur. Þetta geðveikt premiss sem myndin byggir á. Og alveg sem in time, skilur. Time is money, bókstaflega. Gjaldmiðlinn tími. Getur þú aðeins talað hana? Af því að ég horfði henni fyrst í dag. Í dag? Í dag. Damn! Hvernig fannst þér in time frá 2011? Það sem allir eru 25 ára, staðnaðir. Lástjættin náttúrulega að renna út á tíma og þú veist, ég ætla að lána ykkur pening, ég væri hérna bara að, þú veist, rétta handleggja minn og vera maður, þú veist, ég að lána þér 5 mínútur, frekarnir skiljum 500 kall. Þetta er svona, þetta er mjög on the nose, en skiljum mig, góður í nálgun og góðu handriti, sem þessum að mínum að þetta hafði ekki. Já, þú ert ekki hrifin hann. Enga veginn. Nei, ok. Hvernig fannst þér hún? Ég sást að horfa hann í fyrsta skipti. Ég vissi alltaf aðeins þessa mynd, aldrei síðan hana. Og ég hugsaði að ég verð að checka hann, sá hann á Netflix. Já. Vá, ég ætla að checka á henni. Mér finnst það ekki góð. Ekki góð. Get því miður ekki sagt þessu góð. En þá fyrir ég að pæla í hennu. Af því að það sem að eyðilögur þessa mynd, að stórluta, jú, ekkert svakalegt handrit. Justin Timberlake er svo mikið miskast í þessari mynd. Og svo ljótt lúk á myndinni líka. En veistu hvað tók hann upp? Ó, guð, Bill Pope. Roger Deakins. Nei. Mér var svo magnað að bera saman. Blade Runner og svo In Time. Það er magnað. Það er magnað. Allavega. Og já, Justin Timberlake, þó mér alltaf finnst hann ágætis leikari, hann er ekki aðal hlutverk. Hann er ekki leading man. Finnst þið það? Hann gæti verið það, skilur við. Hann hefur sýnt nóg mikið að góðum chops til þess að, þú veist, erum við að tala um að hann beri myndina algjörlega stakkur eða deili skjánum, sem að, þú veist, þetta er kannski ekki að dannaðast það sem á heima í sci-fi umræðum, ég varst Friends with Benefits alltaf lagi, hann var góður í henni. Ég sá hann ekki. Skiljum, hann var mjög góður í mynd sem heitir Black Snake Moan, hann var ekki lítið í henni, hann var stál nánast social network. Það er góð spurning. En eins og það fer allt eftir materiálum svo sem. Ég meina, ef einhver hefði spurt mig fyrir 2010, sérðu þið fyrir Michael Cera sem lead? Nepp, kemur Edgar Wright, Scott Pilgrim. Ok, jú, hann má vera lít í þessu. Góðu punktur. Ok, mögulega, ég var fyrir þetta efnið. En hann var ekki virkað í þessari. Nei, hann var ekki virkað, en það sem líka eyðilega sem mynd fyrir mér eiginlega bara strax, og mér langaði þess að byrja þig, það er sjálft konseptið. Já. Mér fannst það beyond heimskulegt. Og svolítið on the nose. Já, líka bara, hvernig meikar þetta, fyrir mig persónulega, þetta meikar ekkert sens, að þú getur bara lánað tíma, fengið tímalánan, borgar vörur með tíma, það er allir með einhverja klukku á handleggnum. Þetta er bara samfélagi, þau eru eitthvað svona genetically engineered, þau verða bara 25 ára. Og leikarnir eru fjarri því að vera allir 25 ára, guðning góður, sko. Það rokkar svolítið mikið. Mér fannst það allt svo kjánalegt. Ég bara var ekki að kaupa þetta. Þetta segir mig það að Cillian Murphy hafi átt að vera 25 ára í þessari mynd. Fyrir eitthvað 35 ára. Og hvað var ekki, Johnny Galecki og allir sig svona, ok. Og einmitt, þú veist, elítan í myndinni er einmitt, þú veist, þeir vilja bara vera immortal, basically. Bara allur tími í veröldinni. Þetta er ógeðslega heimskulegt. En ég meina, ég hef séð myndir gangu upp fáralega vel á heimskulegu premissi. Snowpiercer er geggja dæmi. Svona, þú hefði getað matrið Snowpiercer alveg gjörsamlega colossally. Er konceptið eins svona far out eins og í In Time? Mér finnst eiginlega konceptið í In Time hefði alveg getað virkað. Þarf bara, þetta er alveg challenge, skilur við. Þetta er beyond heimskulegt. En ég meina, verður með stemningu á bakvið það, skilur við. Það leiðir að hafa smá fun. Ég hef ekki séð sem í bíó, sem er þá núna 10 ár síðan. En hún var dull as fuck, skilur við. Og með svona redonkulous premise vil ég hafa smá gaman af því, skilur við. Tommy, tíminn var í hylkjum. Þú kannst fara inn í einhvern banka, þeir voru að lána tíma, svo peninga. Já. Og þú kannst tekið bara tíma, það var bara svona stóð, mér fannst það svo heimskulega. Borgaði kaffi með tíma. Já. Og þú veist, þetta er fáraleg mynd. En mér er bara svo áhugavert að þetta er sami gæi sem gerir Gattaca og svo In Time, mér finnst þú svo svakaleg gæðamennur. Og skrifaði Truman Show. Já, góðu penni. Hvað gerist? Hann fer svo í hvað var það, Stephanie Meyer myndin, The Host, og þá er ég endanlega bara, Andrew Niccol. Var það ekki eitthvað svona úlinga sci-fi mynd? Ég bjöð, sko. En með In Time, þetta er bara svona, já, það var hægt að láta ganga upp, en bara, þessi mynd fór ekki rétt að því. Ef það er eitthvað sem að virkilega brýtur veruleika gefna myndar, það er þegar premissið er silly, en tónninn er
grafalvarlegur. Já, og þessi mynd var þar. já, 100%. Og þannig var maður bara svona eins og Roger Deakins að taka allt upp eins og pseudo-matrix look einmitt. Og hann var svo mikið að stæla lookið á Gattaca sem var miklu meira, svona, bauð meira upp á þetta dæmi. Miklu flott Þannig að, já, Andrew Niccol bara, það sem hefði getað orðið, hefði hann einhvern veginn bara aðeins, við veit það ekki, hver veit. Þetta klikkaði. Allavega hjá mér, ég var ekki hrifinn. Hún In Time eins feilið og Gattaca frábær. Já, í sammála. Þetta alveg andstæður. Mér spúst áherslu þetta sami maður. Algjörlega. Og það sýnir líka bara hvað þetta að gera góða mynd, maður. Já. Það er bara... Þannig að Gattaca þó þetta sé ekki rankað, hún það hefur verið topp myndin hjá þér, í rauninni. Þegar þú segir, það hefur fyrsta. Já, þegar ég segi fyrsta, hún bara númer 1. Ég hugsaði með mér, ég ætla að byrja á okkur svona safe. Já. Eða skilur, vöndumynd, góðmynd, eldist vel, svona frekar stutt sín sá hana. Svo svona sögum myndir hana sem var kannski... Ok. Það áttu þú endilega að gera næst. Eða ertu búið með þitt ránd eða við erum búin með Gattaca? Jú, ég er unni búin með. Okay, ég er með Gattaca líka. Okay. Þú mátt alveg fara næstu þú vilt. Ok, ég ætlaði að velja, hér sett ég hérna í bókina mína, hérna til að sína hérna, þetta krótbóki mín mikla. Ok, ég vil ekki sjá lista. Nei, mátt ekki sjá lista minn, gaf mér fólk að frísfrema þetta. En hérna, sem sagt, bara svona, ég er með spoiler fyrir næsta átt. En ég valdi Dark City. Og ég skipt út Blade Runner 2049. Þetta svona, ég hefði viljað hafa hann hana, en Dark City á bara skilið meiri ást í bili. Þetta er svo góð mynd. Og ástæðan hún er á listanum, og eiginlega eina ástæðan hún er á listanum, er að ég tek fram, ég vil bara hafa leikstjóru útgáfuna þarna inni. Director's Cut af Dark City frá 98, frekar 7. Ég er ekki sem ég hef séð hana. Það er ekki mikill munur, en það er rosalega munur. Í tímalengd, hún held ég bara 10 mínútur lengri, smá extensionar, aðeins búið að slípa brellur. En manstu, útgáfan sem þú hefur séð, sem er frábær, hún byrjar á voiceover með Kiefer Sutherland. Já, er það ekki í Director's Cut? Það er ekki í Director's Cut. Og þá ég ekki séð hana. Þetta voiceover segir allt og mikið. Já, það er rétt sér. Myndin, fyrir fólk sem ekki veit, Dark City er svona, þetta er alveg, fyrsta lagi, þessi myndi er alveg, hún er stílblæti galore. Þetta er geðveik mynd. Þetta er alveg hardkjarna, svona neo-noir, og mörguleiti svipu því svolítið svona þeim hugmyndir sem Matrix setna mér exploraði, ekki eins mikil hasarmynd, en þetta er alveg, þetta er detective, svona þannig þessi saga, þetta er ticking clock og það er eitthvað skrítið í gangi og þetta er pjúra thriller, keiriður á upplýsingum og dulúð. Myndir fyrir bíó sín tíma, skítfloppar, fljóta að fá cult following, en Alex Proyas, sem hafði áður á þessum tíma út í leikstýrta Crow, sem líka lúkkaði, skilur við. Mér finnst hún geggjuð. Hún er frábær, hún er skemmtileg. Það sé ég síðan. Já, ég líka. En Dark City, já, einmitt. Alltaf fram. Og hérna, þannig já, myndin fær cult, en Alex Proyas var alltaf bara, nei, ég á ennþá mitt vision af henni sem ég vil fá gefið út. Og ég held að það hafi ekki verið fyrir 2005, 2006, eitthvað það bil, kannski aðeins setna. Ég held að ég hef séð hana kannski 2007, 2008. Allavega, alveg vel eftir útgáfi, alveg áratug setna pluss. Þá gefur hún út á DFT og Blu-ray, þannig bara Dark City, Director's Cutið, ekki mikill munur. En ef þú ert að horfa sem þetta í fyrsta skipti, það munar öllu að fá ekki mysteríuna matreita í voiceoverið þegar hún er að byrja. Ég hef ekki séð Director's Cut. Getur ímyndað þess að munin, skilur? Já, en það er ekkert langt síðan að horfa á Dark City. Þá voiceover í byrjunni, ég var að síðan kæristuna hana. Þá er ég bara svona, þú vil hann að þauja mikið. Nákvæmlega, ég geði einu svona human experiment með þetta. Tók félagið minn sem er mikill sci-fi perri, en hafði aldrei vitað af þessari mynd. Sýndi hún út Director's Cutið, og hann bara, djúlega, þetta geggjum mynd. Svo við switchaði út í átti theatrical útgáfuna, og ég var mikill aðdáðandi hennar, þangað til ég fattaði að það væri til betri útgáfa af henni. Sýndi hún bara byrjunni með voiceoverinu, og hann bara, hvað troll er þetta? Þau eru að gefa upp meiri hlutan að stóra tvistinu. En er maður kannski, að því að þú ert búin að sjá hann alltaf, svo horfur aftur á hana, er það kannski meira þá er þetta væntanlega meira áberandi. Pældir þessu sást hann fyrst? Varstu bara eitthvað, herru, það er að segja allt? Alls ekki, en á sama tíma, og ég vil núna ekki spoila myndum, það er alveg krúsjál að fleiri kynni sér þessa mynd. Sammála. En þetta snýst bara þessa basic logík með góða frásögn, sem snýst hvernig þú ert að unveila upplýsingar. Bara á pjúra handritsleveli. Og sérstaklega myndin er að presentera sig sem mystería og gengur út á það að slowly reveal, að vera slow burn, skilur með svörin, og hún er svo mikil stemmari, skilur af bara stílbröðum, pælingum,
skilju, og hún rosalega með high concept dæmi og það mjög að tala um þess að spoila en áttirna sem þessi mynd fyrir í, þetta alveg gaman og ég hef alltaf, sko, hún bara, mér finnst hún rúla svo vel þessi mynd, hef ógeðslega gaman að lukkar og hún mjög uník en í tengslu við það sem þú segja, þó ég vissi alltaf, vissi upplýsingarnar það kom experimentið, það bara svona, hvernig væri, skilju, að sína ykkur manna. Já, ég skilji. En þetta snýst basically, þetta er það essential partur sem við erum að segja skilju, svona hver aðskota hluturinn eða svona hvað aðskota teimi gerir, að fronta það strax, það gefur þér aðeins svo mikið til þess að hjálpa að púsla narratífinu, þegar í rauninni betri upplifunin að fá þetta högg. Mér finnst líka skrítið því að væntanlega stúdíu sagt við prófast, bara þau voru að hafa þetta. Já. Þetta voru aðeins skýrara. Það var nákvæmlega þannig. En það sem svo magnað við hana að því að hvernig hún byrjar, hún húkkaði strax. Já. Þú þarft ekki þetta voiceover. Alls ekki. Leyfðu okkur bara að kynnast þessum heimi í gegnum myndina í sínu eðlilegu flæði. Og þau eiginlega að segja strax með voiceoverinu hvað þessi heimur og meðan stór hluti af spurningu myndarinnar, stærsta spurning myndarinnar hvað heimur þetta? Nákvæmlega. Það fullt heppilega, út af myndin það góð og pökkuð, heppilega nógu mikið öðrum revílum og djúsi eftir, skilur við. Já, algjörlega skilur við. Þetta brotabrót, en eins og segi, þetta gott dæmi hvernig þú getur breytt mjög miklu með fáránlega litlum svona touch-ups. En svo fyndið ég skildi nefna þetta, bara svona, þetta leikstun að taka eitthvað sem svona pínuskemmir. Bara ég vil ekki hafa þetta. Ég maður þetta einni director's cut sem ég sá. Ég held að það hefur verið director's cut. Það að Donnie Darko. Já. Mér finnst bíóutgáfan betri. Já, ég sammála. Að því director's cut. Útskýr alltaf mikið. Það nú málið. Það svona orðið eitthvað svona hræddur eða eitthvað. Fólk ekki alveg að fatta myndina, ég verða að útskýra betur. Svo skipta hann út alveg einum lagabúti minni mig sem var alveg geggjuð sena í þjáttigalunum. Svo bara hvað gerður við góðu senuna? Donnie Darko notar alveg lög vel, sko, svona almennt. Algjörlega. En það mjög gott dæmi. Það ekki, sko, það líka gott að nefna það. Það ekki algilt. Það kemur kannski út eins og sé alltaf algilt, skilju. Leikstúrútgáfan betri út í að þetta visumt. En leikstjórar oft geta stundum verið uppfyllir að sjálfu sér og sínum hugmyndum og bara þetta snillt og þetta svo mikið málið. Eins og kom fram með Southland Tales, ég veit ekki ennþá hvað sú mynd saman hvað ég reyni að einhvern veginn innbyrða þessa mynd, en hún var fullkomið dæmi fyrir Richard Kelly sem gerir Donnie Darko var svona þú nennir aðeins að hemla þig, skilju, saman með Neil Blomkamp hvílík rödd með District 9 sweet, Elysium, ég til ég að sjá round 2 þetta er basically bara sama mynd kannski tökum aðeins Neil Blomkamp kannski, mér fara að gruna eitthvað getur verið hlakka til að sjá Chappie aftur kemur það aðeins Dark City, hún var á listanum mínum en ég tók við henni. Þú tókst við henni, ég er svo glaðið með það. Þetta var eitthvað mental sem undarlega í takt í myndinu. Ég dýrki þessa mynd. Allt flott í henni, geggsaga og mér þykir alltaf vænt Rufus Sewell eftir þessa mynd. Já. Af því ég hef ekkert séð hann í mörgu. Nei, hann var líka sko, hann datt strax í bara svona, var hann ekki bara skúrkurinn, bara trademark eftir þessa mynd. Ég maður verið að vera, hann var vondikallin Knight's Tale eða ekki? Jú, var það ekki. Mustache-twirler sem hafði ekki skegg. Svo var hann vondikallin í Legend of Sorrow, aftur, Mustache-twirler með ekkert skegg. Alveg rétt. Og ég vissum að það eru einhver eini viðbót. Ég sá hann síðast í Old. Alveg rétt. Hann í henni. Ég ætla ekki að fara nána út í hafa. En hann sett leikur henni og ég hugsaði mér langaði að faðma. Bara að það eru sumir leikarar. Og það var í Shyamalan-mynd. Nei, af því hann var í Dark City. Já, ég skilji, já. Bara eitthvað, gamli vinur, gaman að sjá þig. Þó erstu búin að leika sér í ykkur drasli eða eitthvað. Bara, það er svo gaman að sjá þig. Já, algjörlega. Ég var örugglega það líka, sko. Við erum 2 Íslendingar sem við bara knúsa út á götu ef maður kæmi hingað einhvern tímann. Gaur, takk. Takk fyrir Dark City. Þetta er geggjapikk. Ég elska þessa mynd. Þetta er geðveik mynd. Hvernig fílaru prófa sem leikstjóra? Hann eiginlega nánast fer í þessa sömu kategóriu. Oh my god, hvað er mikið minnstur? Finnst hann jafn slæmur og... Alls ekki. Nei. Hann tekur alveg swings þessi gæi, sko. Stundum maður bara eitthvað, af hverju valdur þennan hamar, en ekki þetta bara svona, hvað í anskotum ert að gera með Gods of Egypt? Einhver vildi henda peningum í þetta. Ég hef séð verðmyndir. Já, sama hér. Ég skal gefa Gods of Egypt margt. It takes swings, sko. En Froya sem leikstjóri, geggjað dæmi, skilur að koma út með The Crow, sem er legendary mynd af ýmsum ástæðum. Hún er töff. Og ímyndaður að fara úr framleiðslunni frá, skilur, þú ert auteur leikstjóri,
á þessum, og þetta punkaðu leikstjóri að fara úr eins miklu framleiðslu helviti og Crow var fyrir mjög marga á settinu yfir í síðan annað framleiðslu helviti sem að endaði sem skilur svona Butchert útgáfa Dark City en Butchert útgáfan reyndi samt vera hágæða mynd og þetta alveg mynd sem að áalega vera á fleiri svona raturum á sci-fi-unundum, mæli ég með. Svo gerir hann 2 aðra myndir sem þetta eru báðar sci-fi. Já, það var Knowing Nei, iRobot á milli. Alveg rétt. Mér þykir smá vænt hana. Ég horfði á hana frekar nýlega aftur. Já, ég líka. Hvernig var það? Var það Disney Plus brásið? Já. Ég var síðan kærasta núna. Já, hvernig fílaði hún hana? Henni var strákið. Já. Hvernig varst þér hana? Ekki góð. Mér langar að fíla hana, sko, ég var svo mikill Isaac Asimov perri, sko, á menntaskólaárunum. Finnst hún hræðileg? Nei, hún er ekki hræðileg. Hún er rosalega mikið svona Hollywood-rusl. En skilur Will Smith er alveg skemmtilegur í henni, það er góða sinnur í henni, það er pælingar í henni sem ég ganga upp og ég finna alveg fyrir leifum af góðu stöffi. En finnst hún leiðinleg? Nei, en hún er meira svona basic. Svolítið heilalös? Mjög heilalös. Miðað við það hún er svolítið að presenta sig sem smá svona, þú gerir ekki heilalös á Asimov aðlögun. Nei. Það er svolítið skrítið. Þetta er einhvern veginn eins og að breyta Blade Runner í svona hálfgerða Fast and Furious mynd. Það var svona Philip K. Dick og þeir eiginlega samt svona gerði það með myndinni Paycheck. Já, mannstu þetta er henni. Með Affleck. Með Affleck frá John Woo. Það var einmitt svona, það er sterkt materiál í þessu, þú gast gert þetta vel, en þú kaust að gera þetta. Það er samt rasl. Þannig að iRobot er ekki leiðileg, en þetta er samt svona, ég finn fyrir stúdíó og gírunum að snúast með henni horfðsum mynd. Og ég meina, Converse-skótnir eru heilt plott í myndinni, þetta er subplott. Það er besta product placement síðan í bíómynd. Þetta er Head and Shoulders í Evolution örglega. Það sem bara þú náður að þræði þetta í kringum söguþráðin. Ammans, var þetta ekki Ammans? Það er bara, hvað er flotti skór? Og þetta er framtíðamynd, hann bara, 2004, Converse All-Star. Og hvað pirrar hann undir lokin á akt 2? Skótnir lent í olíu. Oh, hell no! iRobot, ég að horfa mitt aftur á hann líka fyrir ekkert svo löngu síðan og mér fannst hún mjög skemmtileg þegar ég sá hann í bíó og sá hann aftur sama hér og svo sá hann aftur, ég var bara svona ég er svolítið sammálaðir ég var bara, já ok, þetta er ekkert merkileg mynd var einhvern upplifun eins og hún væri meira svona brainy á þeim tíma kannski var bara samkynnt við svipað með horrorgeiran hann hefur aldrei verið sterkar enn á síðastliðnum árum síðastliðnum bara áratug upp á bara svona bara frambóð, skilju, og sama með út að vera með meira efni dreift og hólfa út með allt, streymi og þannig, svipað með sci-fi eða svona, kannski ekki alveg sambarlega til svipað að svona þegar, skilju, við fengum hana á þeim tíma, við vorum bara ekkert vön skilju, það þyrfti hérna Once in a Blue Moon, hérna eina Matrix, skilju, til að koma, vá, þetta er hægt, þú getur fjúsað rosalega klárar hugmyndir, svona crisp, smart handrit við gott action, en myndin var rosalega mikið bara að reyna að vera fyrir flesta. Þetta var líka svolítið mikið tölvutótt. CGI-drasl og eitthvað. Það er geggjuð hérna, svona premiss í hennu. Ég fíla alveg pælinguna bakvið, það var ekki Alan Tudyk sem talaði fyrir Sunny. Já, mér fannst það alveg skemmtileg karakter. Já, þú veist, mér fannst það meira sem ekki bara hægt, þú veist, þarna var sál í myndinni sem hægt var að gera meir úr, sko. Já. En þá fann ég mig til svona stúdíó, svona vaselínu, bara, nei, það má ekki vera of mikið, skilur, svona, það þarf að vera styttra í næsta hasarbil. Já. Svolítið þannig. Ég er sammálaður. Og var hann ekki rosalega mikið svona að fara overboard með eitthvað svona CG kameruskott fór alveg eitthvað 360. Eitthvað svona, já, í lokin. Þú fannst bara fyrir eitthvað brellið þegar mér var bara eitthvað, veistu hvað forrið við vorum að fá? Ekki að testa þetta? Þetta er svolítið mikið þannig. En fyndið við sem tala iRobot, er ekki velminnið sem ég hérna á skjánum hjá mér? Pínu svipaðar svona. Pínu? Og ég var einmitt að hugsa til það, svipað við rættum fyrir tökur að betri útgáfun af iRobot er ekki kvikmyndaformi, þetta er töluleikjaformi. Það er töluleikur sem heitir Detroit Become Human. Þetta minnir mig meira á það, satt að segja. Já, ég sammálaður, það er betur útgáfa. Og það er meira mainstream Hollywood útgáfa af því sem að iRobot var rauninni að gera einhver leiti, bara meira skóp og þannig. Þannig að þetta er hægt, þú segi, bara... Algjörlega, en hún var aðeins meira svona fluff en við myndum. Nefnilega, fluff er gott orð. Og þetta var, sko, þú fannst líka náttúrulega fyrir bara Will Smith taumon og svolítið, og hann er svo mikill brandleikari, eða var sérstaklega á þessum tíma. Já. Þannig að, þú veist, ef hann er komin inn í myndina, þannig, já, ímyndaði hvað hann hefði gert með Matrix.
skilur, hann hefði komið sem Brand Will Smith, skilur, hann hefði komið þetta ekki svolítið þungt fyrir mitt krát hérna, skilur, eitthvað þannig hver veit. Ég að sjá fyrir mig bara eitthvað, það bara orðið eins og Men in Black, ja? Men in Black stemning, skilur. Já, ég veit að, ég ekki drulluður hana. Nei. En ég bara segja að því Will Smith hann er Will Smith. Ég dyrka Will Smith, mér finnst hann æðislegur. Já, Will Smith á góðum degi awesome, sko. Mér finnst það skemmtuleg leikari. En hvenær sást hann taka sensa síðast? Eða ever? Já, það er alveg málið. Hann þór ekki Django. Nei, bara til bóta, sko. Já, en bara fyrir hann persónulega. Það hefði verið cool ef hann hefði bara selt Tarantino það hugmynd, bara ég er eftir maðurinn, kýlum á þetta, ég vil gera eitthvað nýtt, takk fyrir sensa. Ég alveg samanlegar. Og hver er svo fyrsta sagan sem að heyrir af Tarantino að segja frá því hann réð hérna Jamie Foxx? Hefur heyrt það sögu? Já, hann sagði hann þyrfti að fá meiri kúrika. Já, sko, eitthvað, ég man ekki hvort að það var á fyrstu tökudögunum, eða bara á fyrstu æfingum eða eitthvað, en basically Tarantino svona dregur Jamie Foxx til hliðar og bara, what the fuck was that, skilju, þú átt að vera þræll, þú átt að vera, skilju, dagurinn er ömulugur, þú veist, bara löðrandi eymd. Ég finn fyrir því að þú átt hérna, þú veist, skilju, luxusbíl fyrir utan, þú ert að bera þig einhvern veginn, sko, þú þarft að taka karakterinn, hann var ómikið greinlega, skilju, að mögga og vera, skilju, svona að vera Jamie Foxx og svona, einmitt gera það sem hann myndi ímynda sér og það sem Will Smith þekktur fyrir að gera. Hann lukkar alltaf cool, skilju, meira sem það lukkar illa. Hann grætur sexy tár, skilju, hann þarf alltaf að vera hann er massar, hann er flottur. Og mjög margir svona star power leikar að þorum þetta aldrei að svona fara í ljótuna, eða eitthvað þannig, fattur mig. Eins og Ragnar Bragason sagði, þegar hann kom til mín, Hégómi er versti óvinnur leikarans. 100%. Það var mjög vel sagt. Það var frábær þáttur. Já, takk fyrir það. Ok, bara stutt, Knowing. Já. Bara stutt með hana. Ég veit að hata allir þessi mynd. Mér finnst svona premissi skemmtilegt. Hata allir þessi mynd? Já. Hún er alltaf svolítið átt þér. Þekkir margar sem fíla Knowing. Af því mér finnst það skemmtileg. Þeir sem fíla Knowing, virkilega fíla Knowing, skilur. Þannig að þetta er svona, hún er alveg að svona splitta fólki í fylkingar, þannig séð, sko. Ég maður sérstaklega Roger Ebert heitin, alltaf mikill aðdáandi, Proyas. Gaf Knowing fullt úr stiga og maður bara, what the hell, skilur, eitthvað þannig. Já, aha. Og hann var náttúrulega stærsta klappstýran á þeim tíma, literally nánast fyrir Dark City. Já, ég vissi að hann dýrkaði hana. Gerði kommenter í trakk og alls konar fyrir hérna nýútgáfuna og alls konar. Og einmitt var, já, mikill kyndilsberi fyrir hana. En Knowing, það er góða senur í henni. Minnstu, grunn hugmynd svo skemmtileg. Hún er samt líka ógeðslega stúpid. Reyndar. Gætur reynt að koma inn í orð. Hvernig er grunnhugmyndin í Knowing? Já, grunnhugmyndin það er ekkert alveg því svona að krakkar, hvað var þetta, kring 1970 eða eitthvað, fyll út eitthvað svona skrifa eitthvað, teikna eitthvað myndir á blaða eitthvað, setja í svona time capsule. Já. Þetta er svona skólaverkefni, grafa það niður í jörðinu eða eitthvað. Svo er þetta opnað 40 ára setna eða eitthvað, ég man ekki alveg árin. Og sonur Nicolas Cage þá fá allir að draga, skemmtilegt, þetta er sem krakkarinn teiknum 1970 eitthvað. En sonur hans, ekki rétt minni sonur hans Nicolas Cage fær eitthvað blað. Á blaðinu er ekki bara tölur eða eitthvað. Jú, það ekki, það er ekki bara svona talnar unnur. Jú, og svo fyrir hann eitthvað svona decode þetta, Nicolas Cage. Hvað sér þau? Eins og maður gerir. Eins og maður gerir. Og þá kemur ljós að þetta er spá fyrir allt sem er búið að gerast síðustu árin. Þetta er bara svona starffræði formúla, ef þú krakkar kótið, þá getur þau náð sko að finna, og ekki sé, þá er búið að spá fyrir sko ótrúlega random sko travestím, allt frá sko Kennedy-morðinu eða skilur slys hérna í Árbæ eða whatever. 9/11 eitthvað svona. Og hann reynir sem sagt að vera að skrifa undan og reynir svona að fylgja hvert er minnstri að leiða næst og óhjákvæmilega samkvæmt plotti myndanar stefni bara í full-blown heimsenda. Já. Þannig að... Ok, ég verð að segja þetta, spoiler fyrir Knowing. Ég verð að tala við það. Að því myndin, þetta er spoiler fyrir Knowing, hún endar heimsendi. Mér finnst það geggjað. Mér finnst geðið eitthvað hún endar. Já, ég man að maður, sko, talandi um að vera með svip, ég horfði á þessum mynd bara eitthvað svona, en þegar kom að þessum endi, ég man eftir að hugsa það bara eitthvað, ok, they went there. Já, ég respekta það. Bara, damn, já, ég tek undir það. Eftirmálin, ekki alveg jafn classy. Ertu talað þegar setja krakkan og... Já. Ok, það er svolítið kjánlegt, ég veit ekki það. Hvernig breytist þessi mynd í Fountain allt í henni?
setja krakkan á okkur svona plánutu og nýja plánutu eitthvað. Já. En mér þykir svona lúmstvænt hana. Ég með að spá samt í þessum hugmyndum sem Proyas að fikta við, sko. Þessi mynd var eins og einhver útrás eftir iRobot. Já. Bara eitthvað, nú ætla ég að fá að vera crazy. En mér finnst þess að ég hafa lesið á þessum tíma. Mér finnst þess að Richard Kelly, að hún tala hann á hann. Já. Hann átti að leikstinu, veist. Hefur eitthvað heyrt það? Knowing, hún er alltaf 2009, það ekki? Jú, ekki 2009. Já, það kemur náttúrulega ekki á orð að það gæti hafa verið mögulega að púla pluggi eftir það með hvernig, nefndið, hann gerði box á sama ári. Ég sá hann. Hann einhverju kannski bóður það. Svo hægt við það. Og svo hugsað, hefur best að tjekka á þessari Southland Tales. Sástu hana? Já, ég sá hana. Hún er sci-fi, hún er allt. Hún vill vera allt í veröldinni. Hún höfðu ekki til mín. Nei, ég skil það. Höfðu hún til einhvers, nema bara fólk sem kemur, þetta er gonzo mynd. Og ég hef átt samtöl við hörðustu aðdáendur Southland Tales, þeir geta ekki útskýrt neitt fyrir mig hvað í rauninni snýr upp eða niður í. Þannig að bara eitthvað svona, þetta er bara svo whack mynd, ég fíla það. En mér varst bara svo leiðilegt að því ég fílaði Donnie Darko mjög vel. Mér varst svo skemmtileg, töff og öðru í sem var bara eitthvað, wow, þessi gæi, Richard Kelly, hann verður eitthvað nafn. Já. Svo bara eitthvað svona föðraði það bara upp. Já, fínur. Svolítið mikið. Já. Ok, við erum veistu það, Tómi, við blöðum alltaf svo lengi. Við getum blæðið endalist. Vel gert að plana túpartarinn. Þetta verður verður á túpartarinn. Ok, viltu heyra mynd númer 9 hjá mér? Varst þú ekki nú síðast? Jú. Varst ekki við Dark City? Dark City. Við fórum í þvílíkur út frá Dark City. Já, helvitis Proyas maður. Við elskum hann. Ok, ég meina mynd sem að hún er alveg svona pínu átir. Því ég horfði aftur á hana nýlega. Já. Og hún var aðeins furðulegri enn með myndi. En mér finnst hún æðisleg. Ok. Þetta er mynd sem heitir Splice. 2010 myndin frá Vincenzo Natali. Já. Sem gerir Host. Nei, Cube. Já. Það ekki? Já. Jú, hún er mjög átir. Manstu hvernig fannst hún? Ég hata þessa mynd. Akkur hatar það? Hún virkaði ekki á mig. Mér fannst hún ekki nógu átir. Ok. Hún er mjög afbrigðileg. Oh. Ok, hatur er sterkt orð. Það er mjög sterkt orð. En ég fekk svona visceral, bara svona, þetta var svona squandered potential frá því sem þau höfðu. Þú varst bara ekkert að tengja með hana? Nei, mér fannst hún bara fyrirsjánuleg, predictable, hún playaði svolítið safe, miður hvað það var alveg afbrigðilega, þú veist, out there, eða svona abstrakt koncept og hvað hún er að fikta við, sko, bókstaflega, hverju hún er að splæsa. Og það eru senur í henni sem er genuinely bara unsettling, skilur við. Og ég skal gefa henni það, þú veist, hún svínvirkar þar, en ég man bara að, ég hef ekki séð henni síðan hún kom út. Ég man bara að Adrien Brody fannst mér alveg flatlæna allt sitt í myndinni. Sarah Polley hef ég séð átt betri daga, mér finnst hún venjulega dundurgóð. Hún bara virkaði ekki á mig, kannski það er ekki hann sens, það er alveg 11 ár síðan ég sá hana. Ég ætla, nú er ég hættu að hafa hann á listunum. Jó. Nei, mér skilst að ég hef verið miklu minnilegunda. Hún fekk alveg góða dóma á allt það ekki. Jó, eða svona ágætist dóma, hún svolítið hvarf líka bara. Já, en alveg þess verið að kíkja á. Hún er alveg það svona, þetta er alveg mynd sem fólk gleymir ekkert í bráð. Það er alveg senur hún í sem ég mun ekki gleyma. Ég man bara þegar ég sá hann gerði 3 myndir sem var alla í röð, alla sci-fi myndir, einhver leiti, hann gerði Cube, hann gerði Cypher og svo Splice. Já. Minna þessi röðunin. Gæti verið. Já. En allavega, já. Splice, þá, ég man þegar ég sá hana, mér fannst hún áhugaverð. En ég hafði ekki séð hana í mörg ár. Svo, eins og ég oft nefndi í þessu podcasti, þá var ég svona kærastur einhverja mynd. Við erum ofta að reyna að horfa á okkur svona nýja myndir og þetta er svo mikið rusl. Og hún segist bara mig, að ég horfum bara á okkar gamalt, þú veist, eitthvað sem þú hefur séð. Það er einhver smá geðastempill. Já. Og ég hef svona, Splice, vá, langt síðan ég séð hana, mundi ekki alveg 100% henni. Og þegar við vorum að horfa á hana, þá var ég bara, vá, hún er aðeins furðulega með myndi. Á góðan átt. Ég skemmti mig konunglega. Því að horfa núna í, örugglega, kannski 3. skipti. Það sem ég man ekki alveg sennilega nógu vel eftir hvernig var svona tónnin í henni? Þú veist, er hún alveg deadly alvarleg? Var hún svolítið playful? Kannski var ég bara ekki með rétta krátun eða mútunni þegar ég sá hana. En þess að segja, ég var virkilega bara svona eftir þessa mynd. Það fjallar vísindamenn sem eru að búa til eitthvað svona veru. Já. Splæsa saman, ef ég var rétt, splæsa saman eitthvað svona DNA, DNA, dót, eitthvað. Og eins og maður gerir. Eins og maður gerir. Svo byrjar þessi vera að stækka á eitthvað og ég vil ekki segja henni hvert hún fer þessi mynd.
Já, þér fannst hún bara fyrirsjáanleg. Allan tíma. Ég var alltaf að vona á þetta svo galið dæmi sem hún fjallar skilur, og sérstaklega þegar þú sérð hvað hét hún aftur í myndinni, hann þessi sköpun þeirra. Hét hún ekki Ren? Gæti verið, já. Þú minni það? Það var hún var vel kastuð í félag hvernig hún kom út. Svo þetta splice afbrigði sem ég byggur til. Aftur, þetta er meira svona þetta í minningunni, ég vildi bara meira, þarna var untapped juice svolítið, og svo með hvert samband Ren fer þá eins og við skapara sína. Dren, já, ok, já. Það verður svolítið kinky, sko. Hún verður mikill kinky í þessari mynd. Algjörlega. Og þegar myndið fer þangað, verður bara svona, ok, en svo einhvern veginn bara svona, það var svona aumt loft. Ok, við erum kannski ekki alveg sammála með hana, en mér fannst hún... En mér finnst hún samt, mér finnst flott að hafa hana samt. Já, mér finnst hún áhugaverð, og líka þetta er svona mynd sem ég held að margir hafa bara ekki heyrt Pottitt. Alveg definitív. Mér minn hún ekki komið í Bíóslandi. Hún gerði það, nei, ef ég þyrfti að fulla, mér minnir hún ekki komið. Nei. Ég held að Cypher og þessi, ég held að Kora komið í bíó. Já. Var ekki bara Cube sem komið í bíó á þessar 3 myndir? Já. Ok, Splice langaði hana með. Ok, tökum næstu. Þá ég komin í mína 8. Ok. Ég valdi mynd sem mjög vanmyndin, ekki margir hafa séð. Mynd sem ég brást ekkit rosalega sterkt við fyrsta áhorf. Hún fittar alveg inn í þá umræðu. Hún mjög keyrið af sci-fi hugmyndum, líka atmói og svolítið, kemur þetta orða aftur, hún með rosalega unique feel. Já. Kemur frá leikstjóra sem ég, þegar hann upp á sitt besta, ég dýrka. Þetta er Keanu Reeves-seríunni, þetta hvað myndið er. Scanner Darkly. Ok. Ég elska þessa mynd. Þetta er stórkostleg mynd. Virkilega vanmyndin. En það kikkaði svona inni mitt þegar ég sá hana aftur. Það var svo langt síðan ég sá hana. Hvað ára hún aftur? Hún 2006. Já, ég sá hana bara þá. Hún rotoskópuð. Hún er svona eiginlega animated mynd. Já, hann teiknaði yfir framherstöðuna, ekki? Jú. En hún öll þannig, það ekki? Jú. Og mjög smooth, sko. Þetta er frá Richard Linklater. Það sem hann var á mjög experimental fasa. Hann var nýbúinn að vera hann hafði áður gert rotoskópamynd miklu meira svona klesta eða þú var miklu meira abstrakt. Það var Waking Life. Þannig að hann var svona búinn að þjálfa sig í því og gera svona full narratífu mynd sem Scanner Darkly. Waking Life er svolítið steikt. Hún er, ég get vel ímynda mér steikt eða ég við hana, já. Hún er rosalega draumkennt. Við minnum það. Já, hún er það. Hún er allt annað en það sem maður myndi kalla eðlileg mynd. Hún er alveg. En dísi hvað ég elska hana. Háfilosofísk sem að reynda á líka svolítið við verkin frá Philip K. Dick sem þessi mynd er byggð á. Hann alltaf líka skrifaði bókina sem upplæði Inspiraði Blade Runner og margt annað. Hann er svona einn af þessum svona sci-fi godfathers. Svo stóru nöfnum. Já. En stíllinn, performancearnir, sagan, bara svona hvert þessi mynd fer. Mér finnst hún alveg svolítið partí, sko. Hjálpa mér að reyfa henni upp. Ég sá hann bara sem tíma, var ekki Robert Downey Jr. í henni? Robert Downey Jr. í henni, Woody Harrelson, Winona Ryder. Hvað var þessi mynd þetta? Hún gerist í framtíð þar sem að, þú veist, það er svona basically svona ákveðin svona substansfaraldur, svona neyslufaraldur og þau eru að infiltrata ákveðin hring, þú veist, með Keanu Reeves sem er basically svona að leika svona, hvað sem það rennir hann svona 2 grímur, mannst ekki eftir þarna The Scramble Suit. Vá, nú er ég bara að sá ég kannski ekki skanning. Hún tekur alveg full advantage af sko animation stílnum, þetta er live action mynd, hún skotin sem live action mynd, það er teiknað onni hana. Fólk getur kíkt á trailerinn og hún hefur distinct feel, sko. Já, algjörlega, ég man þetta lúkkum. Og þeir leika sér með hana, sko, alveg upp á marga levela, sko. Til líður náttúrulega þess að sért undir einhverjum áhrifum þegar þú horfir á hana og myndin er alveg, sko, alveg full í einhvern veginn að já, hún tekur alveg svo þetta svona fever dream approach rosalega. Og myndin hún er svolítið svona, hún er mjög óvenjuleg ráðgáta, mjög existentialísk ráðgáta og hún er bara, já, human elementa og bara svona deterioration af sálinni og alls konar. Hún er pökkuð, en þetta er líka eina sem mynd sem margir myndir hugsa að gerist ekkert í henni. En mér finnst hún bara svo unique og nice. Finnst hún vanmyndin? Mjög, ótrúlega vanmyndin. Finnst þið margir bara ekki vita af henni? Já, veit ekki af henni og mér finnst hún ekki fá ástina sem hún... Mér finnst hún aldrei að fengja ástina sem hún er inn á skilið. Sennilega annarkvæmt bara út af litlum hópi sem hefur síðana, eða bara mér er þess að gagnrýndur minni með að yfta öxlu við hennu sín tíma. Ég er með þess að sjálfur, ég var mjög peppaður í hana, sá hana í bíó og var bara svona, þetta er fínt. En þú veist,
þetta líka gramsmynd, skilur við. Þetta mynd gerð til þess að þegar ég horf hann aftur. Þetta svolítið Blade Runner dæmið. Svona, hvað var ég, stundum ertu bara með kolvitlis áherslu þegar þú horfur á ákveðna mynd. Skilur við, hvort sem það hvert plottið að fara. Ég þarf að tjekka á henni. Og þú missir af kannski cardinúansum sem þessi mynd hefur nóg af. Og hún ógeðslega fyndin. Mér finnst hún drepfyndin út af því að þannig ertu með Unhinged, Robert Downey og frekar Unhinged, Woody Harrelson og þeir tveir með Keanu Reeves eiga ótrúlega galnar senur sem eru mjög memorable. Þannig að Scanner Darkly, hún ólík mörgu sem að ég hef séð í sci-fi heiminum og það alveg hellingur sagt, sko. Nú ég bara þvíld að velta hvort ég hef ekki séð það. Ég man eftir coverinu, man eftir lúkinu, ég man eftir nokkrum leikurum. Það allavega, ef ég sá hana, þá man ég bara ekki neitt eftir henni. Ég þarf allavega að tjekka á henni. Hún alveg lúkkar, sko. Ég man, þetta var einu sem myndir sem ég var mjög spenntur að eiga á Blu-ray, út af því að þetta rotoskóp fíla á henni alveg, það alveg eitthvað í þessu, sko. Langt síðan sást hana síðast, eða? Eiginlega svona þegar ég pæli í því. Ég pæli hvort hún eldist vel, eða? Sko, í minningur, ég ger hún það alveg, sko. Hún alveg mjög, alltaf eins og ég upplifði hana síðast, hún svona tímalaus konsept bara af mannssálinni, en hún líka bara, hún gerist í svo áhugaverðum svona framtíðarheimi, svona hálfgerðum hvað samt sem samt í rauninni bara speglur okkar raunveruleika, eins og gott sci-fi á til að gera. Algjörlega. Ég bara pæla því hann að taka kannski einhverjum svona sjensa sem þú lúkið. Sko, mér finnst lúkið eldast vel. Ok. Mér finnst hún bara, já, mér finnst alla sinna svo lifandi, einhvern veginn. Það er einhver energi, út af því líka myndin svo lágstemt. Þetta ekki thriller, það ekki suspense-skor alla myndina, hún rosalega, þetta svona eiginlega eins og svona blanda við með einhvers konar detective, svona downbeat thriller í bland við einhvers konar existential comedy eða svona hangout mynd. Hún eins og segi, hún alveg sín eigin skepna. Þannig að ég mæli með Scanner Darkly og ég með þess að bara selja sjálf með þá hugmynd að koma frá, ég þarf að horfa svona. En hún komin á listan hjá mér núna? Ég finna að Keanu Reeves á til með að koma með nokkra góða neglur, sko. Hann á það til? Nefnilega. Keanu Reeves. Og Scanner Darkly, þú með áhugur pics. Og ég menna, líka, ég verð bara að sjáta á þetta minn mann hérna, Linklater. Bara, hann fær aldrei næg ást. Þegar hann góður. Hann hefur gert alls konar myndir, þetta var svo galið líka experimental fasi hjá honum, bara allt eftir upp á aldamótunum, hann gerir ógeðslega mainstream mynd, sína mest mainstream mynd myndi ég segja, School of Rock 2003. Já, það ekki mest af svona mainstream myndinar? Jú, hvað gerir hann svo eftir það, hann alveg, hann dæli út hérna, Before Sunset, nýbúinn að gera Tape sem öll skotin á, bara eitthvað DV dæmi, gerist öll í einu svona heitur hún Tape, já, svona vegahóteli eða svona móteli. Veit ég hvað mynd það er? Hún frábær. Hún eldist ekki vel í lúki. Svona eina sem þetta sem alveg rotnar í háskerpu eins og horf á Clerks 1 í dag í háskerpu. Hvert einasta stökk í gæðum alltaf yðurlegu Clerks meira og Tape alveg svolítið þar. En hún sýnir hvað hann experimental, Waking Life aftur gott dæmi og upp úr þessu tímbili Linklater einhverstað með í kollanum á sér. Ég að gera eitthvað svona 12 ára mynd. 12 ára project. Já. Gæin alveg að taka swings, sko. Og Scanner Darkly kemur svona upp úr þessu tímbili, svolítið. En hann gerði mitt, Bjarni kom til mín. Við vorum að tala hann hætti okkur að tala hana. Jú, í 90s-þættinum. The Newton Boys. Já, ég maður henni. Sem hann Linklater að gera hana. Akkurat. Hann var svona aðeins byrjar að, hann var alltaf með, hún var alveg svona sæmilega mainstream eða ekki, svona eina marka. Jú, var þetta ekki bara svona basic mynd? Jú, ég finnst, ef að Dazed and Confused stúdíómynd síns tíma, Newton Boys var alveg það líka, ég meina hann alltaf svolítið, það var literally Linklater sem kynnt okkur fyrir Matthew McConaughey og svo horfður Newton Boys og það McConaughey með Ethan Hawke, bara band together, ég hef ekki séð hann reyndar í forever, en mundur það eftir að hann hefði gert það? Já. Þú er rosalega var. Svo ég meina myndir svo Fast Food Nation sem engin man eftir, það eina af hans verstu myndum. Hún kom eiginlega bara heilt sama ári, ef ekki svipað leyti og Scanner Darkly. Þú ætlar að gera marga myndir? Nefnilega, hann maskína og þetta ekki eitthvað, þú veist, bara einhverjar svona blamyndir, þetta alveg take hjá honum, sko. Færi hann á top 10 listahjár ef svona uppáhaldsleikstjóra? Sko, já, ég myndi segja arbitrarily já, því að eins og segja, bestu myndarnas eru svo góðar, en eins og segja, sko, framleiðnin stundum svo galinn að oft ég bara eitthvað, hvað var þetta? Af hverju það endur gera Bad News Bears? Hvað var Fast Food Nation annað en bara eitthvað öskur á vegg gagvart hvað við látum í okkur af skyndibitum eða skilur, eins og hann ekkert alltaf stórkostlegur, mér minnir að mér að Newton Boys var ekkert spes.
Nei, mér minnir hún hafi verið svona allt í lagi, en ég bara mann svo lítið eftir henni. En eins og segir, fyrir hverja Newton Boys eða, ef við förum neðar, ég meina, ég vildi að ég hef verið líka hrifnar af Everybody Wants Some, á svona eina af þessum líkletum minn sem ég bara, yes, ég til í hana, hefðum átt hitta betur. Sá hún ekki. Og þannig að, en þú veist, fyrir hvert feilspor, við fáum Scanner Darkly, eða ég, eða Before fríleikin, eða Boyhood, þannig að þú veist, já, þannig að þú veist, það meira svona batting average í hvenær hann frábær, versus það hvenær hann ekki, en Linklater absolutt eitt af mínum uppáhalds bara fyrir sarpinn sinn, sko. Þannig að... Já, líka bara fyrir þig persónulega. Já. Þú veist, og líka bara sami gaur gerði Dazed and Confused og School of Rock og svo hérna meira þetta Before Midnight, Scanner Darkly, Waking Life. Þetta ekkert eðlilegt, sko, hvað þessi maður bara einhvern veginn, hann mjög consistent að gera myndir bara fólk að vera fólk. Þú veist, hann kom inn í indie-flóruna þannig að þegar það var að rísa á 90s tímanum með Kevin Smith og Roderick og svo Tarantino með Slacker. Bara svona weird space mynd bara fólk. Þannig að þú veist, já, hann hefur rödd og ég kann að mynda röddina. En hann fjölbreyttur? Mjög. Ekki alls konar myndir? Og experimental. Ok, ég taka næsta mynd. Já, maður. Nú held ég að koma í svipur, sko. Ok, ég skal taka sopa með það. Þetta sopa með það. Ok, það frisk ekki út. Kannski þetta ekki... Ég kannski svindla aðeins. Að þetta sci-fi þáttur. Já. En þetta víst byggt á, þessi myndi byggð á, einhverju sögu eftir Philip K. Dick. Og hann var eins og tölum á hann. Hann svona sci-fi... Kongur, það stórt nafn. Frumkvöll, að einhverju leiti. Já. Nei, miklu leiti. Þessi mynd frá 2011, langum að segja, en ég sá hann ekki fyrir kannski 2 árum. Getur þú hintað? Fyrir að geti ekki sá frá 2011. Nú ég að byggja hint. Við verðum að byggja svipin. Hvað hint viltu fá? Viltu fá aðleikaran? Já, kannski aðeins svo mikið. Svona, þetta... Viltu fá eitthvað svona aukaleikara? Viltu fá leikstjóran? Máttu alveg dansa ykkur leikstjóran. Hvað annað gerir leikstjórin? Svo cirka. Það að giveaway. Nei, ég ætla bara að fara hindi bíó til sekka á því. Nei, ok. Við skulum ekki fara lengra leiðina. Ok, fæn. Geð mér einhver aðra mynd sem aðleikarinn lék í. Já, þú meina það? Philip K. Dick mynd frá 2011? Já, 2011, já. Ok, þessi leikstjóri. Ég veit ekki svo hvernig það er. Þetta vanmetin mynd, velmetin. Já, mér minnir að þegar hún kom út, fekk hún ágætis dóma, en ég var búin að afskrifa hana. Mér varst bara, ég hugsaði að þetta er bara eitthvað drasl. Já. Svo fannst mér svolítið svona sæt mynd. Sæt mynd? Frá 2011. Ok, leikstjórinn. Ég skal segja hvað hann heitir, af því að hann hefur ekkert gert neitt. Ok. Hann hefur kannski farið í leikstjóra fangilsettur. Þetta myndi sem ég geti ekki séð. Nei, ég held þess að búin að sjá hana. Nei, ok. Þetta er leikarinn alveg stórir. Ok. George Nolfi. Þetta er Adjustment Bureau. Alveg rétt. Þú er rosalegur, þú kveitti strax. Alveg rétt, já. Hattamyndin, hattafettismyndin. Já. Þurftir ekki alltaf að vera með hattin á þér þegar þú lappar á milli herbyggja. Ég get svo sem ekkert sagt. En þú veist, já, ég man eftir, ok, núna man ég eftir henni. Já. Er þetta sci-fi mynd? Já, hún er það. Er það ekki svona smá? Jú, absolutt, jú. Sko, þegar ég sá þessu mynd, fannst þú hún glötuð það? Nei, mér finnst það náttúrulega. Já, mér fannst það og hún betur en ég ætti vona. Ég er náttúrulega, þú veist sko, ég er mikið fyrir Emily Blunt, sko. Já. Anthony Mackie er góður þarna. Já, var ekki Terence Stamp líka? Jú, alveg rétt. Mér minnið það. Jú, hann var í henni, já. Og... Báði alltaf hattanir sína mjög vel. Já, veit, það voru eitthvað svona töfra... Alveg rétt. Töfra hattar. Sami leikstjóri. Nei, þetta er leikstjórin sem skrifaði Ocean's 12. Alveg rétt. Já, hann er meiri svona rænt. Þú tróðs. Hann er þarna, ok. Adjustment Bureau, hún er á listanum. Adjustment Bureau, já. Ég seti hann á listan. Því hún fór svo frá mér. Og þú bara afskrifar hana? Bara, nei, ég bara afskrifar hana. Já. Svo bara pósterinn, svo trailin, ég bara, oh my god, þetta er bara kjaftaði. Já. Svo sá ég hana bara fyrir tilvíðin, eða bara sá hana á einhverju streymisötu. Alveg rétt sætmynd, já, þetta er ástarsaga. Já, þetta er nefnilega, þetta er rómantísk mynd. Einmitt, já. Þetta er svona sci-fi romans einhver. Og hún fjallar eitthvað sem mér finnst rosa áhugavert. Frjálsvilji. Það er frjálsvilji og örlög. Og þarna kynnist hann þessari konu. Ég getur rosalega einfaldur í ákveðinu svona romantík og eitthvað. Hann kynnist Emily Blunt. Þau ná svo vel saman. Og þá kemur Adjustment Bureau, gæðinir. Hattamennir. Og þeir eru að stíja mig sundur. Bara eitthvað, nei, þau megi ekki verða ástfanginu, megi ekki hefja sitt samband.
Það bara skrifað í stjörnurnar, þú átt að fara þessa leið í lífinu. Þú átt þessa leið og eitthvað svona. Þetta, ef hún kemur í þitt líf, þá er hún að fara að trufla það og eitthvað. Og mér fannst þú sætt. Geggja premiss, sko. Þetta er cool premiss. Já, og hann er bókstaflega að flýja undan, bara svona, þetta er einmitt svona free will löggan. Já. Mér finnst það nefnilega mjög töff. Þannig að þú veist, og líka að freyma þetta sem einmitt svona rómans. Já. Og einmitt, já, hún er rosalega svona, hún er svona filosófísk, en hún er líka, þetta er svona nice fluff. Já, þetta er svona popcorns. Já. Mér minnir einmitt hún hafi verið mjög likeable. Voru þau ekki rosalega likeable? Jú, og mér fannst það gott chemistry milli þeirra. Ég hélt með þeim. Já. Og já, ég náði að tengja við hana. Ég og kærastafum bara skemmt mjög góðlega. Já, það veist ég. Já, sætmynd. Mér langaði að hafa hana með á listanum. Nú lenda þeir pæli í það, var líka hattamenn í Dark City. Já, og þeir eru líka svona frökkum. Hvað er þetta með svona ominous gæði sem alltaf bara eitthvað, já, þú veist. Þeir eru alltaf miklu meira ominous í Dark City. Já, það var svona illu týpurarnir. Já, þeir eru ógeðslegir í Dark City. Já, ég elskar það. Já, þannig að Adjustment Bureau, mér finnst hún alveg að skila á listanum. Ég held kannski að þú myndir hata hana. Nei, út af því, nei. Hvað er það að? Nei, þú veist, þetta er alltaf lagi mynd. Þetta er alltaf lagi mynd? Já. Hún er svona, ég myndi segja hún er svona notch over heldur en eitthvað eins og In Time. Þetta er með svona, premissið gæti virkað svolítið silly. En þarna kemur það inn, hún er innlæg. Hún keyrir svolítið á því. Þú kannski, þar hittur naglan höfuð, því að einhver svona hlusta núna með þátt, getur sagt bara, það er jafn stúpid premiss í Adjustment Bureau. En það er eitthvað við hana, já, kannski að hún er innlæg. Já, það er aldrei hvað hún er, það er hvernig myndin fjallar það. Já. Þannig að þú veist, þú finnur fyrir það meira svona öryggi á bakvið tökina á henni, sko. Hún vissi hvað hún vildi vera. Mér fannst hún tölvöld vandaðri mynd. Já, mér fannst hún pínu svona, hún alveg óneitanlega byrjar að svolítið svona rasa í sín eigin silly, þarna í klæmaksunum þegar þau eru bara hlaupandi frá þessum löggugæðum og heldur hún ekki alltaf í höndina á hennu og bara, það var hingað, myndi að vera með hattinn, hann skemmst ekki á milli portala. Já, þetta var þannig, sko. Já. Ok, við skulum ekkert vera að tala um það. Nei. Ég er að tjóka. Það er alveg rétt sér, svolítið svona í lokin. Sætmynd, þau aðeinsleg. En það skiptir öllu, að það virki. Að þú veist, myndin er að keyra sig á rómansinum og rómansin virkar. Fyrir mér allan, sem áhörði, ég tengdi við þau, mest áhörði karakterar, þannig að hún sleppir mér. Eitt sem var náttúrulega samt við Matt Damon. Já. Ég veit, þú veist þetta, en mér er bara svo ótrúld að hugsa til þess. Cameron bauð þó náttúrulega hlutverkið að leika aðalhlutverki í Avatar. Vissur það? Nei. Jú, þú vissi það. Ég vissi þetta ekki. Nú, ok. Það er búin að talast mikið um það nú nýlega, því hann er búin að promóta ykkur myndir og eitthvað. Já. Og átti hann að vera Jake Sully? Já, og Cameron bauð honum 10%. Ok, hvað gerðist? Hvað gekk ekki upp? Damon sagði nei. Af hverju? Ég man ekki af hverju hann sagði nei. Hann sagði allan nei. Og þegar hann segir þess að sögu í dag, ég ætla að gera Elysium í staðinn. Þá var það fyrir hann bara að hlæja, af því að Avatar var því hann tekjast að mynda alltaf tíma. Var það eitthvað vafatriði? Hver var senast að myndi sem Cameron gerði? Þú veist, gæðin sem gerði Titanic er að bjóða í gig hérna og eftir bara eitthvað svona... Já, það er líka sem ég hugsaði. Ef að Cameron kemur til því, hann er ekki að gera myndir hver ári. Og þú segir nei. Það hlýtur að vera eitthvað ósagt þarna sem við fáum ekki að vita. Ég meina, hafið það í huga. Þetta er eitthvað á því svipað leitu að hann þarf að stöffa í sig sko ruslfæði fyrir informant. Það hann var líka á hann á weight gaining tímabilinu. Þetta er speculation purely, sko. Þetta er bara svona hver segir nei við svona. Nema skilur, náttúrulega leikar taka ofta þetta sem bara, ég vil ekki vera tengdur við bara þetta, skilur þetta dæmi. En who knows, maður, Jesús. Að ég skil alveg að þegar leikar fá eitthvað handrit, þeir sjá náttúrulega ekki í framtíðina bara, já, þetta er klassík, ég skil það alveg. En þetta er James Cameron. Já, líka, þú veist, af hverju hugsa endilega bara í svona, er þetta hittar eða ekki? Og pluss það er alltaf að spyrja þig þá spurningu, vilt ekki svolítið veðja á Cameron? Er þetta ekki búin að vera svolítið kjarnareglan? Ekki veðja gegn fucking Cameron? Hann er búin að hitta oftar, en ekki. Nefnilega. Og þú veist, og þegar þú segir þetta svona, það setur þetta í þeim meira samingi að Sam Worthington er ekkert sérstaklega ólíkur Matt Damon. Það er útlistlega. Já. En finnst þér ekki tölur munur á þessum leikur? Ójú. Hefðurðu fílað... Ég fæ bara einna afslátt af Matt Damon frá Ástralíu. Hefðurðu fílað líklegast Matt Damon betur í hlutverkinu? Sem Jake Sully? Kannski hefði þetta verið svona, það hefði alltaf... Eitt sem ég fíla svolítið við
kvikmyndaáhorf sem þetta að sjá óþekkta. Það sem að þú veist, hér er karakter. Nýtt andlit. Nýja raddir. Svona, hey, hér persóna. Leð mér að kynnast persónunni. Í staðins að hugsa, þetta Matt Damon eða Brad Pitt að leika persónuna. Og pakkin sem fylgir þeim. Já, þetta ákveðin svona, við ráðum sem bara ekki við þetta, skilju. Oft við bara eitthvað, þetta leikarinn, skilju, í staðins að einhvern veginn nafngreina leikarinn í hausnum á okkur sem, skilju, karakterinn. Þannig að kannski þetta verið of mikið, þetta kallast of stuntcasting. Já. Ég meina, gott dæmi Interstellar, skilju, þegar Matt Damon kemur inn í myndina, þetta meira svona, hey, þetta Matt Damon! Já, ég skilji. Oh shit, þetta gaur sem fastur, eða eitthvað þannig. Já, ég skilji. Þannig að kannski hefði það element. Þannig að kynast Jake Sully sem, þú veist, þessum ómerkilega pappi sem hann í rauninni var í myndinni, þá, kannski hefði Damon ekkert endilega geta fýta það lítur eitthvað mikið, ég veit það ekki. En djöfull datt Worthington í lukkupottin. Svolítið mikið, sko. Hann er sér að blekti Cameron, sko, með ástralska hreimnum, með að felan, sagan segir það, að hann hefði mætt að það með Marine, skilur, svona alveg hardcore, þú veist, kanarheimin, og svo fengi hlutverki, ég held að þetta sé rétt útgáfusögunni, annars gæti ég vera að muna þetta semi-vittlust, en allavega það kom Cameron á óvart að gæðin sem var með í siktinu væri alveg, sko, hljómaði virkilega ástralskur þegar var búið að slökka á pröfunum. Já. Það taldi hann líka að vera merking góðan leikara, sem þú veist. Sko, Sam Worthington getur alveg verið vel hólfaður, en þú veist, hann var ekki þessi, það var rosalega hvað Hollywood reynda að íta honum áfram sem svona the leading man materialin, sko. Þú veist, þegar Terminator Salvation kemur út, það var bara, hver er þessi gaur? Hann í Avatar. Ok, skilju. Og líka sagði sig þar að McG, sem gerir Terminator, hafði með talað við Cameron. Þá var hann búinn að leika, minnum í Avatar, Avatar var ekki komin út. Einmitt. Og Cameron gaf hann svona thumbs up, eða meðmæli. En hvað hefur hann gert? McG? Nei, Sam Worthington. Man on a Ledge, Clash of the Titans. Ok, þú veist, er þetta eitthvað gott svo þú nefna? Nei! Það er Clash of the Titans var hræðileg. Já. Mér finnst vantar svo mikið svona karisma í henni gæja. Já. Hann er svolítið bland. Hann er svolítið af sama mótaða lagurnum og Jai Courtney. 100% leika sem við höfum. Þetta er svona... Getur bræður. Já, þetta er svona, shit, okkur vantar eitthvað, hérna vanulega gæja, ok. Nói Sam, nei. Vanulega. Jai Courtney eftir laus, alltaf. Þannig að... Ég til í allt. Vá, ég vissi þetta ekki samt með Damon. Já, ég vissi þetta ekki, ég held að vissi það, en mér finnst það svo áhugað sérstaklega þegar Cameron bauð 10%. Ætli það sé ástæðan hvernig gerði Elysium. Ok, ég ætla ekki að lendi í þessari gildru aftur. Svona eins og Sean Connery lendi þegar hann sagði nei við Lord of the Rings. Þetta er bara vittleysa. Já, hann átti líka sem Gandalf, ekki? Var það ekki bæling? Frekar en Saruman? Ég held það, jú. Ég myndi frekar giska á það. Og svona legend has it að hann hafi ákveðið sko ekki viljað detti í þessa grefi aftur þegar hún með búið The League of Extraordinary Gentlemen. Já, hann sá eftir Lord of the Rings. Já. Það var bara svona þetta á tækifæri sem greiðlega hann mist af. Þannig að bara svona, ok, þetta er vinsælt, skilur, overrated, ok, eitthvað comic book drasl, skilur, eitthvað svona í hans huga. Ok, þetta getur verið winner. Já, svo gef hann League of Extraordinary Gentlemen. Þannig að svona, regla nummer 1, ekki elta trendin, eða skilur bara. En vá, smá út fyrir sci-fi, við vorum að tala um leikara sem að mögulega geta fengið eitthvað stórt juicy hlutverk. Já. Sem kannski sá eftir þess að neyfið. Ég var að, það var bara gær. Það svo ég stutt viðtal sem að Jamie Foxx tók við Denzel Washington kringum Equalizer 2, þetta er nokkur ár síðan. Já. Og hann var, ég veit ekki hvort þú hefði búin að sjá þetta. Hann spyr Denzel út í, er eitthvað svona hlutverk sem að séð eftir að ekki tekið. Og hann nefnir hennar mynd sem ég aldrei heyrt það. Þeir buðu honum 7. Buðu Denzel 7? Denzel Washington. Já. Þeir buðu honum, sín tíma, 7. Brad Pitt hlutverki. Óhugavert. Hafið þið heyrt þetta? Nei. Mér finnst það, til að sagða þetta, ég bara, ég var alveg til að sjá þá útgáfu. Já. Það er mjög áhugavert. Já. Og á svittum hans að dæma, þá sá hann eftir í að hafa sagt nei, að því svo sá hann myndina og þetta var alltaf þrjusu mynd. Gæði sem gerir Alien 3. Pass. Þetta er eitthvað drast. Ok, þetta var smá útur. Ok, höldum áfram í sci-fi-dútinu. Ok, þú ert næstur. Ég var í 8 með Scanner Darkly, nú er ég farin í nummer 7. Það er remake, dæmi þegar remake virka. The Fly, frá 86. Þetta er kvikmynd, þetta er bíó. Og eldist vel. Hún eldist vel, hvílík
design, hvílíkur grótesk, hvílík saga og djöfull hún bara, hún svo tætt, skilur. Bara, skilur, á mínútu 10, þú ert bara með Goldblum að hösla Gina Davis og kynninni fyrir bara Hilkin, skilur. Mynd í dag væri búin að íta þessu lengra inn í, akt 2. Hún fer bara A til B til C. Creature designi virkar, kasti virkar, emotional aspekti virkar. Hún ógeðslega horrifying á köflum. Hún virkar sem metaphorical horror, sumir hafa líkt henni við myndlíkingum, AIDS-faraldurinn, bara svona eitilíu fíkn og bara svona hvernig þú, berði og hvernig hann svona rotnandi innan, hvernig hann ítur öðrum frá sér, hvernig hann stefnir öðrum í hættu. Hvernig hægt og hægt breytist líka. Já, og bara, þetta horrorsjó og hún er líka stórkostleg tragedía. Þú skilur þessa mynd bara, holy shit, þetta var saga. Ofan á allan grótesk. Og ég vil sérstaklega taka fram að hún á lista, og bara það kæmi ekki annað til greina að hafa hann á listanum mínum líku við, þegar hún inniheldur inn að senu sem bara mindfokkaði mér sem krakki. Og þetta er bara ein mest grótesk horrifying sena sem ég á æminni séð. Já, þú ert ekki talað þegar hann að labba upp vegginn eða dóta hann. Að það sé mest horrifying? Nei, þú talar eitthvað svona sem fokkaðir eitthvað upp. Jeff Goldblum að labba upp veggi, fokk! Nei, ég fór að hugsa strax það, en svo sagði horrifying, þá hugsaðum við, það ekki hún. Já. Hvað séð þetta? Það náttúrulega af næga að taka, hvað grótesk var þar. Það sena þegar Gina Davis að fæða, svo kemur þetta öskur og þessi órói þarna í mútinu. Já. Kemur lirfan, spriklandi. Og hún fríkar út og vaknar upp og vondri martuð. Já, það var ekki draumur. Já. Fuck me, maður, Bara þetta var, ef þú vildir einhvern tíma bara svona, nota stimpil á heilan á mér þegar ég var krakki að segja mótandi kvikmynd, svona uppeldismynd. Það bara svona, búm. Sástu þú varst mjög ungur, manstu það? Já, mjög ungur. En ég alveg gaman, Varstu of ungur? Ég var, já. En, skilur, appreciationið jógst með árunum. Já, af því hún ógeðslega, eins og segir. Og ég horfði á hana bara aftur, bara núna síðast á þessu ári, skilur, bara, þetta klassíska brás, svo bara, nei, hún á Disney Plus. Og þessi mynd, hún eldist vel, þetta einstakt design á, öllu stöffinu og þetta sennilega besta Cronenberg-myndin. Ætla að spyrja, þetta besta Cronenberg-myndin? Já, ég ekki heitast í aðnáti Cronenbergs, en ég myndi setja hana í toppsætið. Hún allavega kemur til greina. Þetta einhver aðra hug. Aðrir myndi kannski segja History of Violence, en ég ekki alveg þar. Ég var aldrei, ég svolítið samanlega, ég ekki, ég ætti að fíla Cronenberg meir en ég geri. Ég nákvæmlega þar. Þetta svona, it's not you, it's me. Já. Saman með David Lynch. Það eru Davidarnir. Já, einmitt. En ég horfði á fyrir stuttu, ég hafði aldrei séð hana. Jú, ég hafði séð hana, en bara ég myndi ekki þetta, langt síðan séð hana. Scanners. Já, það er alveg. Og ég get ekki satt hann eldist vel. Þú tímast hann ekki við áramótin, var það nokkuð? Það vist árið þing. Þú getur tímast Scanners. Það er áramót? Nei, hvað áramótumynd? Þú byrjar að horfa á einhverjum x tíma, skilur, eitthvað svona, þá springur hausinn á sama tíma á miðnætti þegar þú tekur á móti 9 árinu. Ég hafði heyrt það. It's a thing. Það er eitthvað thing. Ég sá þetta held ég á Red Light Media Twitterinu. Bara eitthvað, ef þú byrjar á Scanners, hérna skilur 22, 40, eitthvað, skilur, þetta er alveg fyndið. Já. Þú getur örugglega gert það saman við Kingsman 1, skilur, tímastilt það þegar allir fara að springa. Já. Kvikmyndaáhuga menn hugsa í mjög miklum tíma. Ég hef aldrei hugsað það. Nei, þetta er ekki heilbrigð hugsun heldur, en djöfull er þetta fyndið. En já, ég horfði á tvær. Ég horfði á Scanners og gerði hann ekki Dead Zone líka? Gerði ekki Cronenberg Dead Zone? Jú. Með Walken? Hlýtur að vera. Er ég regla? Fuck me, maður, nú er þetta að testa mig. Ok, nú er testað þig. Greinilega er ekki Cronenberg aðdáðandi, Shit, The Dead Zone, það er Cronenberg. Það hlýtur að vera. Ok, Tómið, ímyndur sérst núna í spurningakeppni. Af við á. Hver leikstýrði The Dead Zone? Christopher Walken. Og tvör. Þetta er Cronenberg. Ég var að tjekka það. Gott. Ok, allavega, ég tók þær tvær. Mér langar að kynna manna betri, það er alveg marga myndir sem ég ekki séð eftir það. En History of Violence, ég var aldrei að pissa á mig yfir henni, en mér langar samt að reyfa henni upp. Já, hún er mitt eina sem ég reglulega svona, núna er, hún er fín, ógeðslega margt gott í henni, en mér langar að elska hana. En hvað er það við hana sem þú kannski varst ekki alveg að kveikja? Eða svo tengjum við? Kannski bara distansin á henni, það er eitthvað svona, mér finnst hún ekki vera, hún er eitthvað svo
hún er svo þunn eitthvað, skilur hún svona, kemur bara á fer einhvern veginn, það er fyndin atriðinni eins og þú veist, bara sjá hann að William Hurt niður lókin, bara what the fuck, þetta er eitt gaur það fyndið atriði, fyndið sequence og eins mikið ég vil aldrei hengja alltaf væntingar minni til vinda með þú veist, hversu mikið með sama eða ekki sama en þú veist ég skildi Viggo Mortensen er frábær, Mario Bello er frábær og við með góður þessi stiga sem í myndinni er legend en þetta er samt svona þetta er meira mynd sem ég virði heldur en get sagt ég fíla ég sá hann bara í bíó sá hann ekki þetta ég var alltaf hrifnar á Eastern Promises já, er það máli já, svona, að það kom var það ekki næsta myndir hans? 2005 og svo hvað 7 jú og báða svona glæpa myndir einhverjar ég ber svipaða tilfinningar til beggja sem að þú veist, Eastern Promises það er eitthvað annað, en ég næ bara ekki að grípa henni nei, ég skilði en svo ertu með skilur, geðveika nýfasinu skilur, þetta er bara, þú gleymir ekki slagsmáladrið í sánun, ertu ekki talað um það? já mér varst líka Viggo mjög skemmtilegur í þeirri mynd ég langt sér í sánun, var þetta bara slagsmáladrið voru það ekki nýfaðir hann að margir þetta var alveg brutal shit sko já. Og allsbyr hann í einhverju sánu og... alveg í full high def, sko. Full high def. Já, ég ætla að svona... hún er ekki einu mínum upp á smyndum, en ég tengdi betur við hann heldur en History of Violence. Ok, höldum áfram. Úr Cronenberg, yfir í... ert það þú, þá? Það er ég. Ég valdi næstu mynd. Ég elska þessa mynd. Low budget. Eða low budget. Jú, svona miða við flesta myndir. Samt frægi leikariðinni. Hún er svolítið svona, viltu koma í gísleik? Já. Hún er svolítið, hún er alveg einföld. Það er action í þessu. Ok. Getum við að marka eitthvað árabil? Já. Þú veist, ok, stóruleikarinni, frekar lítill budget. Það er svona miðan við. Miðan við, já. Það er leikari sem leikur í byrjunarsinn, þetta er vísbendingin. Það er leikari sem leikur í byrjunarsinninni. Svo kemur hann ekkert aftur í myndinni, en þetta er víst leikarinn sem leiksturinn vildi ráði í aðalhlutverkið. En stúdíu sagði nei og vildi fá okkur stærri stjörnu. Þetta er kannski svolítið léleg vísbending. Sko, það er greinilegt í þessum þætti að ég er ekki með mína sko, mestu upplýsinga hrúu þegar kemur að behind the scenes infói. Það er svona það verjar. Já, þú veist heldur mikið. Ok, en ég skal samt gefa þér eitthvað svona legit vísbendingu. Ok. Mjög góð, myndir þú segja þessi vannmyndin? Þetta varð kvöldmynd. Ok. Ég skal gefa þér árið. 2002. Í fyrstu sinni. Hvað var sci-fi 2002? Það var ekki, þetta er ekki Minority Report. Nei. Hún er huge. Og ég segja þér hver lék gæjan í byrjun. Science? Nei, fyrsta sinni, hvað er byrjun? Nei. Og ég segja hver lék í fyrsta sinni. Já. Dominic Purcell. 2002? Dominic Purcell. Svo er ekki að segja eitthvað kjaftaði. Býtu, ok. Þú ert 100% múið sjásmynd. Ég held þú fílar hana. Hvernig er þessi byrjunarsinna? Hvernig myndir lýsinni svona ish? Er þetta eitthvað svona gefa, já. Og ég segja hvað aðal karakterin heitir. Ég skal ekki segja leikaran. Já. En það er legit vísbending. Ok. Það þarf ekkert endilega að gefa alla myndina. Nei, ok. Ok. John Preston. Mér ámar í þetta nafn. Þú veist alveg hvað það er. 2002 maður. Þegar ég segi low budget, ég er ekki að tala um Clerks budget. Nei. En svona hún var það ekki með budgetið sem maður Norður portuð með. Og þetta er alveg high concept mynd. Goddammit, ég er ekki alveg að kveikja. Mér ámar samt í þetta nafn. Ok, þá ætla ég að segja leikstjóra. Þetta hljómar svo Keanu Reeves nafn, John Preston. En ok, ég ætla að segja leikstjóra. Já. Kurt Wimmer. Oh my god, nei. Þetta er Equilibrium. Hatar hana. Ég hata hana ekki. Ég skil. Ég er náttúrulega action-gæði. Já. Allt í lagi, action. Já. Hvað er þetta eitthvað? Gun Kata? Gun Kata. Sem er fucking stupid. Ég tengdi hann alltaf við 2003. Það þrjú mjög ofsaldið. Varst það að hugsa kom kannski 2003 hérna í Íslandi? Já, hún kom ekki í bíó. Við fengum hana bara, okkur krabbi í Vaffa-OS. Þannig að ekki einu svona í réttaskópi. Þannig já, en hún er mikið köld, það er rétt. Er það ekki rétt sem hún var svona köldmynd?
Jú. Af því hún var ekki stór þegar hún kom út. Nei, en hún var með, sko, það sást eiginlega bara strax og, þú veist, hún var mjög fljót að spyrjast út í mínum svona vinarhring á þessum tíma og, skilju, þetta þótt alveg bara svona nánast Matrix level action, skilju, á þessum tíma. Já. Er það alveg off að suma það? Nei, ég meina, hún vakti mikla athygli fyrir mitt. Actionið, þetta gun-kattadót. En alveg áhört premise, skal gefa henni það. Hefði getað, það svolítið silly. Við erum svolítið að tala fucking in time premise. Já. En ég fórst að hugsa, og þetta er ástæðið á meðan á listanum. Ég fíla mjög vel. Og með þess Christian Bale skemmtlur í henni, með þess gun-kattadót skemmtlegt. Hún þú sér alveg á henni að hún kostaði ekki mikið. Já, algjörlega. Og þú veist, það alveg kaplar í henni sem að eldast ekkert svakalega vel. En mér þykir vænt hana, cool premise, að fólk er henni búið að tekur eitthvað lyf, hvort það sprauti sig eða eitthvað, og það bara tekur henni alltaf tilfinningar. Já. Og að því fólk gerði það... Það er svo deyfir þar alveg. Já. Og þá það engin stríð eða neitt. Stríð náttúrulega, ef þú var engin minnum tilfinningar, þá mjög líklegt að verðum að fara í stríð hvort annað. Mér varst alveg töff pæling og ég fór að hugsa eftir ég sá In Time, að því alveg samanlega, svona silly premise. Ég kaupi þetta frekar í Equilibrium. Kannski að því að það er alveg smá tengingu við raunveruleikann. Þú getur alveg tekið líf í dag sem deyfir þig. Já. Skilur hvað við? Þetta er náttúrulega næsta leveli og gerist ykkur svona dystopian future. Já, hún er mjög mikið svona Orwellian, skilur við. Þetta er svona 1984. Kemur aftur þetta orð, þetta er svona mjög klínist, skilur við. Að allir eru bara nánast eins og robotar, skilur við. Það er engin intensely reiður, engin er brosandi, hlæjandi, allir eru bara... Þetta er alltaf boring. Svona. Já, bara robotar, eins og segir. Já. Og Christian Bale, fyrir það sem ekki sé hana, hann er þess að leikur grammatón clerk, eða cleric eða eitthvað, það er svona lögga. Já, John Preston. Já, John Preston. Cleric Preston. Og þeir nota svona eitthvað nýtt action-dót sem heitir gun, hann kalla þetta gun-kata. Já. Mér fannst basically John Wick bara taka þetta og bara own þetta, skilur við. Já. Hvernig John Wick best, þetta minnir mér svolítið svona Equilibrium á köflum. Já. Skilur hvað við, þetta er svona stylized ofbeldi og hvernig hann hreyfir svo svona. Já. En John Wick náttúrulega bara þá miklu betra dót. En hann byrjar, Bale, í myndinni að leyfa sér að finna fyrir, skilur, tilfinning. Og það er alltaf bara big no-no. Hann er að reyna að fela það í myndinni og eitthvað svona. Mér finnst þetta töff mynd. Já, Christian Bale allavega er helviti góður í henni. Alveg fínt kast líka, var það ekki? Emily Watson er hana, Sean Bean er hana í styrta stund, hann er drepinn. Gæs leikur aðal... Hvað heitir hann sem lék? Aðvandakallinn. Angus McFadden. Já, sem var í Braveheart. Já, mitt. Þetta er hann, Já, þetta er hann. Já, sem leikur Bruce í... Þetta er ekki Bruce í Braveheart. Og þetta er líka Christian Bale, sko, löngu áður en að Christian Bale var eitthvað svona thing, sko. Já. Þetta er eftir American Psycho. Eftir Shaft. Rétt ykkur Reign of Fire, svona sérska áður en að við erum farin að tengja við, skilur Craig Christian Bale, skilur holy fuck, hvað gerði við sjálfur sig á Machinist og þannig að vera Batman. Já. Þannig að hún kom, Christian Bale svo inn í kosmósin áður en að, veist, hjá fólki sem hafði kannski ekki tengt að við, hann var ekkert nýtt, hann var, veist, ok, ég ekki sé Reign of Fire sín í bíó bústúlega, en veist, fólk hafði ekki tengt það sem eitthvað svona action-hitju. Og hvað það einhvern svona neo-esk dæmi, en mér fannst þetta er óslega töff premise og ég kaupi þetta alveg og allan daginn fram með In Time, vandamálið liggur einmitt í handritinu sem er þarna er þetta bjóð upp á það að þú veist hvernig ætlar að innsæta konflikta í myndinni þegar þú veist tilfinningarlausu löggurnar eru að flagga þig fyrir að hafa ekki tilfinningar. Ég man alltaf eftir, það er tvennt sem ég man eftir úr Equilibrium. Annars vegar er þegar Tay Diggs er að draga Christian Bale og er að vekja athygli á því að hann hefur ekki verið að taka lyfin og er að öskra í kringu sig, hann finnur tilfinningar, hann er að brjóta reglurnar og Tay Diggs, hvað ert þú að gera? Hann er svo slaka á. Þú beðist að segja að reglurnar eru kannski ekki nógu skýrar eða þeir fara útfæðar? Reglurnar eru eftir þörfum handilsöndarins, skilur við. Hann beigir þær í takt við hvað þarf. Hitt sem tengi alltaf við Equilibrium er að í hversin, og við höfum talað squibs, hversin sem einhverju skotin, þú kemur bara með þessi reiksprengja. Varstu ekki? Það er PG-13 og ég man að það var alltaf svolítið svona... Var hann ekki aðeins það? Nei, ég myndi ekki sko það. Mjög er þetta með trúið að Wimmer hafa komið svona, gæti verið. Ef svo það voru mjög væg að reytið mynd. En ég skil költina bak við hana. Mér langaði rosalega mikið að styðja Wimmer sko á þeim tíma. Og maður sko hann gerði svo eftir það. Ultravælar.
Shit. Ein versta mynd í heimi. Það ándjós, ég held að hún kæmist, ef ég þurfti ekki á top 10 listu við verstu myndi sem ég séð, ég held að hún kæmist á það listu. Já, hún er bara það sárt að horfa á það mynd. Hún er ræðilega maður. Og það reyndan hafa líka eitthvað áfram þetta gun katadó. Já. Og það bara, það var sárt þegar ég sá þá mynd maður. Jöp. Og svo ekkert var bara ekkert úr honum. Eða þannig. Hann það er meiri handriðsönd. Já, hann er ennþá að skrifa alveg helling, sko. Kemur svona, getur verið hann að skrifa Law Abiding Citizen. Já, hann skrifar jú, það er rétt sér. Hann er alveg í svolítið svona dumb premise myndum, en hann ónar á svolítið. Það veltur svo allt bara á deliverinu. Nú er ég að googla hann. Hann skrifaði líka Total Recall endurgerðina. Hann skrifaði líka Point Break endurgerðina. Beint í movie jaili með þennan. Ok, Shit! Veistu það, hann skrifaði Street Kings sem ég var glötuð. Já, ég fíla hann ekki. Ég reyndi að sá aldrei Salt með Angelina Jolie. Hún var ekki góð. Og hann hræðileg. Hann skrifaði endurgerðina Children of the Corn. Trú ekki hún sé góð. Já, Kurt Wimmer er svolítið búinn, sko. Æj. Er það ekki? Hvað er það með þess að sci-fi ótóra? Já! Sem koma sterkir át á það geit og bara eitthvað, Sér kannski kom eitthvað áhugavert. Svo bara einhvern veginn föðrar upp bara í eitthvað kjaft. Allt svona anti-Cameronarnir. Svona James Cameron er bara eitthvað, guys, you're doing it wrong. Ég fer bara þetta ofar. Já, þetta er ótrúlegt. Þannig að er ég þá komin í nummer 6? Já, þú ert í nummer 6. Ok. Er það ekki síðasta myndin í þessum hluta? Absolutt, það er hún. Ég setti inn í svega mér, hér hefði hjartað vilja velja Interstellar. Ok. Ef við hefðum ekki verið búin að fara svolítið í gegnum hana, þá hefði ég örgulega tekið svolítið mitt á hana núna. Ok. Interstellar bara nær til mín. Þú ert miklatandi. Það virðist vera. Og ég er alltaf pínu ánægður þegar ég heyri svona fáina, sko, ég þekki nefnilega marga sem fíla ekki Nolan, en þeir elska Interstellar. Mér finnst það segja svolítið, það segir alveg ímist, sko. Eða svona, hún tappar inn á eitthvað magic sem er mjög svona ó-Nolanest, eitthvað svona í bland, skilju, eins og segja, hann er alveg, en við erum ekki að tala um Interstellar. Nei, en bara stutt með hana, eins og með Interstellar, ég er búin að fá svo marga til mín. Langflestum finnst hún alveg geðveik, sko. Bara fílan í botn, flestir, kannski einn og einn sem kannski fílan ekki. Já. En ég hef ekki hitt marga sem að því hún er ekki til mín. Nei. En það eru bara rosa margir, hún hafði greinlega svakalega áhrif á marga. Já. Bara sem líka bara bíó upplöfu. Gerði það svo sannlega mig, sko. Og öll skipti sem ég horfa á hana. En þú tókst hana samtalist af listunum. Ég... Og svona tala um hann mikið. Já, og mér fannst bara að vera komin tíma aðeins annan lítilmagna, smá svona underdogmynd, sem er einmitt eiginlega meira polarizing en mjög svipuð. Heldur ég sé búin að sjá hana? Alveg pottþétt. Já, auðvitað. Veistu hvað mér finnst um hana? Það fer svolítið eftir. Þessi mynd er þekkt fyrir það að skipta fólki í ákveðin kamp. Annað fólki sem finnst hún bara gegn í gegn, frábær. Ég er þar. Eða hún, og nú er ég að gefa bróslega mikið, eða hún alveg dramatíst sígur niður í loka þriðjörnum. Svipa fólk hefur sagt Interstellar, eða þeir sem teki ekki við hana. Þetta er Sunshine? Þetta er Sunshine. Danny Boyle, Sunshine, 2007, Game, Mission, fucking hell, þetta er, ég ætla að lefa mér nota orðið rússíbani. Finnst þú öll geðveik? Öll frábær. Já, líka lókin? Já, og ert þú þar? Finnst hún virka, fanga til, þú veist, hvað er hver algengsta lýsingin? Hún dettur í slasher. Eitthvað þannig. Já, mér finnst það eitthvað svona, það er stutt síðan ég sá hann aftur. Ok. Og mér finnst nefnilega, hvað var að segja, 80% stæðin eða eitthvað. Bara, wow, þetta er solid myndmaður. Ógeðslega flott, geggjaðir leikarar. Og ég var alveg með þeim. Þú veist, mér fannst það spennandi. Svo dettur út í gæjan hann það. Var þetta ekki Mark Strong? Mark Strong, jú. Já. Það var svona að breytast í eitthvað svona slasher, Event Horizon, eitthvað. Nei. En þú veist, ég fatt ekki alveg... Ég skil hvað meina sann, sko, en Event Horizon er triggerorð fyrir mig, sko. Finnst þú hræðileg? Já, það er Event Horizon. Ég elska Event Horizon. Ég og kona mín meiri sem tókum held í tvenni og tveimur kvöldum, þar sem tókum hérna Event Horizon og þetta var ég svona, ég hafði ekki séð hana síðan, ég átt krakki, ég bara, ok, ég til að fíla hana, þetta er örugglega svona mynd fyrir mig. Fílaði hann aldrei? Nei, en ég var svona, ég vissi samt að hún gæti nátt, ég hugsaði, hún gæti nátt til mín, þegar ég sá hana, þú veist, þetta var fyrir fáeinum árum. Og við horfum saman á Event Horizon og Deep Rising. Báðar sci-fi myndir, báðar mér þykir mjög vænt miklar horrormyndir. Talaði varlega núna, mér þykir spennt. Ég er að stríða. Eftir Deep Rising sagði ég, þetta var bíómynd. Ég elska Deep Rising. Ok, þú fílar hana?
og hún sýndi mér allt sem ég fekk ekki út úr Event Horizon. Ég veit ekki, þetta er ekki með neinum móti sambærilega myndir, en Event Horizon finnst mér bara, hún hestaskítur. En, við erum ekki að tala hana, en ég skil að margir hafi líkt svona ákveðnum aspektu við Sunshine á henni, og algengast það sem ég heyri að þetta kemur einhvern veginn bara svona eins og bara þrumur heiðskjöru lofti. Bara allt í henni myndin komin hingað. Tarantino með þessi að þekktur fyrir svona sína ræðum þetta. Og mér leiði einhvern veginn eins og leið og hann gaf þetta út að myndin væri næstu því masterpiece og svo svíkur hún svolítið svona sjálfa sig í seinni hlutunum. En mér fannst þetta alltaf make a sense, bæði á handrits og tónaleveli og bara í keysluleveli. Og því að myndin vel, og hún stend, sko, nú, til að aðeins að selja fólki Sunshine. Þetta náttúrulega bara svipað á Interstellar. Þetta last resortið. Við erum að bjarga jörðinni, skilju. Og það ótrúlegt, og við erum að sitjum hérna að tala um sci-fi. Spáðu hversu fáa myndir við höfum, sem hafa verið gerðar geimkannanir og alls konar. Sólin aldrei þungamiðja. Nei, það rétt. Eitthvað sem þetta mikilvægt element í okkar heimi og umheimi, skilju. En sólin að deyja út, peran að bara að deyja, skilju, það skipt peru. Það verður ferli. Og það sem ég elskaði myndin að hún bara alveg strax out of the gate, og mástu við tölum líka með Interstellar, bara eitthvað, allt ógeðslega erfitt, skilju, bara hver áskorun eftir hann bara fucking martru, þetta eru svo miklar hindranir, þannig að þú ert bara sveittur með karakterinu, bara please getur eitthvað gengið vel. Strax out of the gate byrjar Sunshine þannig að þið líður ógeðslega svona órólega, skilju, svona ok, það þetta að fara að takast, skilju, einhvern veginn þannig út eða. Svo erfitt mission. Já, en ekki bara það, þetta ekki mynd A-teimið, þetta mynd B-teimið. Myndin byrjar og það búið að senda út fyrsta teimið. Já. Og við veitum ekkert um þau. Nei. B-teimið skilju með backup-planið. Og við veitum ekki hvar hinir stoppuðu, hvað kom fyrir, en við vitum mjög snemma frá myndin að það einhver vaxandi geðviki. Og mér finnst myndin ná þessu ótrúlega vel. Hún að hita svolítið upp fyrir þannig tensleika sem hún byggir upp og springur út í alls konar, skilur, stílælu excess að þetta lokin. En ég elska það og eiginlega fyrir Danny Boyle þetta bara frekar basic, sko. En þessi mynd hefur ýmislegt við sig. Fyrir það fyrsta, hún einhver mest, sko, bara intense mynd sem ég æði mér að horta á í bíó. Og skiptir góða máli í geimnum og í sci-fi myndum, og fucking æðislegt skor og í Interstellar. John Murphy fær aldrei nóg mikið kredit. Já, hann sem tónlistina. Já. Það flott tónlistamlíginni. Þetta einn vannmettnasti composer allra tíma. Hvað hann gert meira? Síðustu tíma, síðari ára. Hann hefur alltaf mikið unnið með Underworld, bandinu. Já, bandinu. Og til að mynda, hann kom að tónlistinni fyrir Lockstock og Snatch, átti þátt í henni. Hann In the House and the Heartbeat náttúrulega bara af margra mati hans magnum opus úr 28 Days Later. Og þetta það legendary iconic tónlist að myndir eins og Kick-Ass og Wonder Woman 84 hafa stólið lögunum hans, eða stefjunum hans. Kick-Ass notaði 28 Days Later tónlistina og síðan eitt besta skor fyrir eða síðar úr sci-fi myndum sem einmitt grand þemað úr Sunshine. Þú kann viss hvað lag ég að tala með ekki? Ég man ekki. Ok, en ég ætla ekki að búið Ég man bara mér varst bara flott tónlistinni. Hún yndisleg og ég man mér að þegar ég horfði á Wonder Woman 84, skilur mynd sem skorað á Hans Zimmer, svo allt henni kikkar inn þessi bútur úr Sunshine, ég bara hvað, má þetta bara? Býttu, þú varst búin að segja þetta við mig, held ég. Þetta var alveg risastórt issue fyrir mig, ég var svona, hvernig getur verið með mynd sem skorað á Hans Zimmer, en samt þetta bara eitthvað svona, ef ekki bara nota John Murphy skorið, þetta alveg betra. Og mér þess að Zimmer bara eitthvað svona, já, ég sammála. En John Murphy snillingur. Síðast og nýverið, og það gladdi mig svo mikið, hann samti skorið fyrir The Suicide Squad. Og þetta gott skor. Já, gerði hann hana? Climax-búturinn, sem lagast þegar sem heitir Ratism, þetta my jam, sko. Þannig ég bara eitthvað, John Murphy, velkomin aftur. En hann algjörlega skuldlaust, eiginlega náttúrulega í bland við Boyle, hann ásvoldi Sunshine feelingin, en svo bara kastið yndislegt, geggja kast og ef við ætlum að tala um 28 Days Later, sem ég hefur alltaf verið mér finnst hún alltaf svona pínu oflofuð ég dýrka hana versus Sunshine, á meðan skilur ég alveg digga, skilur 28 Days Later, hún stelur ímsu frá Day of the Dead og hún gerir sitt own thing og hún lítur þessu DV-mynd í dag og hrörnar sennilega með hverju háskerpu
á meðan skilur Sunshine mynd sem ekki sko, ég neglutna mínar úr stressi yfir, hún svo bara, það til líður eins og allt sé að fara úrskeiðis einhvern veginn, sem gerir keislumyndarnar svo netta. Þetta var náttúrulega myndi sem seldi á Chris Evans, það ekki? Jú, ég hef búin að segja við. Já. Ég nefnilega tengið Sunshine alltaf við það að hún rauninni kynni mig almennilega fyrir Chris Evans, sem leikara. Ég bara, wow, hann leikari, hann góð leikari. Fílít kastmaður, þú þeir fyrir gengið, Michelle Yeoh, Hiroki Sanada, Killian, já. Þetta Rose Byrne. Rose Byrne, einmitt. Ég nefnilega, sem ég segi, þegar ég horfði aftur á hann, ég hef ekki séð hann í mörg ár. Þetta samt eða mynd, þó að ég hata ekki endan. Nei. En mér finnst samt svona, fyrir mig persónulega, mér finnst hún draga einhvern veginn myndina niður. Fyrir mig kom þetta smá svona... Þetta rosaleg, sko, eldflöðsýning, sko. Þetta alveg bara svona, þetta sensory overload. Já. Get ímyndað mér. Og hann eitthvað öskra, hann eitthvað Guð og eitthvað. Það bara alveg full-blown styrlaður gæinn, hann sérst antagonistinn. Já, en restina myndinni geðveik. Ég skilu sig, ég var að hugsa að setja hann á lista minn. Skilur, þó ég sé ekki brála aðdóndi hvernig hann endar, af því að hún komur svolítið óvart, bara horfði á hana, bara, vá, þetta bara drullu flott mynd. Hún mjög spennandi. Mér finnst líka gaman, sko, að hún eiginlega tekur svona ákveðin stílelement sem bæði minni mig á 2001 A Space Odyssey í bland við með hvað önnur þekkta sci-fi mynd skilur með element af alveg bullandi slasher, Alien skilur, mér finnst það alveg cool að sjóða þetta svolítið saman. Það að Sunshine fari í þessa styrluðu átt og hvernig hún næra að uppa sig upp í þessum rytma og skilur, sem að dauða síkvensarnir í þessari mynd sko, þeir stinga svo mikið, skilur, það svo mikið og líka bara, skilur, hvílík stakes að horfa á þessa mynd. Ég nánast bara með gæsahúð að tala hana. Skilur, það skorið og ég mikil klappstýra fyrir Danny Boyle. Veist, ég fíla hann. Ég hef sagt að, sko, ég actually, fyrsta skipti í langa tíma peppaði sér fyrir Bond-fréttum þegar kom fram að Danny Boyle var að fara að gera hana. Já. Svo bara, nei. Hann bara var það ekki eitthvað svona creative differences? Alltaf þannig, það alltaf þannig. Sem basically því það að hann hefur getið gert eitthvað cool en hann fekk það bara ekki. Basically, já, hann vildi gera eitthvað sem var of out there og var ekki nógu seljanlegt, supposedly, sko. En Danny Boyle, mér ótrúlega andumann. Hvað finnst þér hann? Sem leikstjóra, ég fíla hann. Já, sem skilja... En ég rosalega 20 Days Later maður. Ég skil það, hún líka... Það gott stöf, sko. En það samt við ekki hana endurinn aðeins... Já, ég sammála, já. Það fer hann í að hitta hermenn... Algjörlega sammála. Það Day of the Dead kaplinn sem hún stelur, sko. Já. Minni mig, ég þarf að sjá það aftur. En bara, ég man einhvern veginn svona, hún það sem ég vantar í, hún kemur aftur þetta þessi lýsing, það sem ég vantar í umhygginu fyrir karakterunum í 20 Days Later, ég finn ekki eins mikið fyrir því í Sunshine. Og aftur, það mér þetta hvílíkur stakes, þú veist, það litilega skipt ljósapera á sólunni, annars eru allir horfnir, skil, það ekki bara þetta crew og hvað gerist fyrir A-teimið, B-teimið bara, þú veist, basically í sökkvandi skipi. Það alltaf frétta í þessari mynd og mér er sorglegt að hún sé ekki meira viðurkennd sem bara, þú veist, þetta eina sem mynd sem ég var til að sjá í bíó aftur. Ég sá hann með í bíó, en svo með Danny Boyle, nú ég að hugsa, hann var aldrei gert myndir svo Sunshine aftur. Það nokkuð? Sko, ef við ætlum að tala fjölbreyttan gæja... Hann hefur gert alls konar myndir. Kannski þetta smá líkillinn. En hann ger oftast svolítið grándaða myndir, eða ekki? Jú, oftar en ekki. Sunshine er hún að rísa sci-fi mynd, svaka skoti inni. Hefur hann eitthvað gert svona... Ég bara man það ekki. Sko, ég ekki að grínast með þessi Danny Boyle klappstýra, sko. Og það gera fáir eins energetic myndir úr Danny Boyle, skilur. Hann getur tekið díalógsennu og þessi maður hefur nakk fyrir rytma og tónlist. Hann með Steve Jobs myndina, ekki? Hún var æðislega maður. Við höfum búin að tala um hana. Nefnilega. Og þú veist, það skilur, hann tók bara eitthvað sem og það var eins og hann sagði bara, biopic. Ég ætla að, þú veist, gersamlega djúsa upp mitt biopic, skilur. Fucking byrja ferilinn, skilur, með Shallow Grave og svo Trainspotting sem alltaf bara, þetta raketta, fyrsta Trainspotting myndin, skilur, bara svona í flæðin hennar og rytma og hvernig hún gefur þessi hard punches og Shallow Grave var í mér hérna og þú veist, ég mjög mikil verjandi fyrir, þú veist, hinnar gleymdustu og hötustu Danny Boyle myndir eins og A Life Less Ordinary hef ég endan dag óslega gaman af Steve Jobs náttúrulega og þú veist, það komir alltaf over hversu fáis á Trainspotting 2 hún fucking góð. Sko, ég get alveg sagt það, ég
ekki hrifin af Trainspotting. Það ekki eitthvað að mér finnst hún léleg. Ég ábúið svo með neyslumyndir. Ég skil það. Það bara ekki, ég er búin að komast að því að flestum svona einhverjum tegundum af myndum. Ég alveg til eitthvað svona sem snýra dóbransanum eða eitthvað, en neyslumyndir, Requiem for a Dream, Trainspotting. Það er svo miklu meira bakvið hann. Þið finnum bara karaktersaga af bara svona auðlum einhvern veginn. Ég hef það kannski sjá aftur, en ég fíla hann aldrei. Þú vendilega ekki mikið fyrir Requiem for a Dream kannski þá. Nei, ógeðslega flott mynd, ég fíla Darren, en hún aldrei, tónlistin geggju, hún aldrei verið fyrir mig að horfa bara okkur fólki, ykkur eind. Nei, ég skilur hvað við. Já, alveg 100%. En Danny Boyle, mér finnst það áhverst þegar hann gerði Sunshine, þetta var allt þessi mynd þegar. Já, og þú veist, þetta talandi fjölbreytni líka, og líka núna sko, ég literally átta með því núna að það verðum að tala þá sem að koma svona out of the gate og koma, ég ætla að vera sci-fi leikstjóri, ekki bara besta lausnin að gera bara einu slags. Bara svona, gera alls konar og svo, veist mér, Kubrick gerir þetta, ég ætla að prófa sci-fi núna, ok, fucking Space Odyssey, bara motherfucker, sko, og ég meina... Svo bara gera hann eitthvað allt annað. Og Nolan, skilur, hann bara crime mynd og önnur crime mynd, ok, Batman mynd og skilur svo bara, ok, sci-fi. Þú veist, þannig að... Já, þú meina basically bara gera einu slags. Bara svona, settu, já. Gera bara eina sci-fi mynd eða eina game mynd eða eitthvað og svo gera eitthvað annað. Ef verður bara nógu fjölbreytur þannig að þú getur notað fjölbreytileikan og þau skills sem þar til að geta svona, já, hendur bara öllu í eina góða, ekki vera einhver þú veist, Duttis Kelly, Neil Blomkamp, ég er nýja röddin, ég ætla að skáka kameran, ups, hei kameramann, ég gera Aliens, þannig að, hvað var það, hann var ekki Blomkamp að þróa hann eitthvað, réttu Alien 3? Jú, eitthvað, skulum þú að offa hinnar eitthvað, alltaf að gera framhald af Aliens og stróka út, við tala hvað það er. Fá Higgs aftur. Ok, herru, ég hef eina mynd eftir þér. Ég vissi við getum gert auðvitað 2 þætti. Ok, næsta mynd sem ég með, ég ætla að lefa að giska. Ég veistu það, ég hugsaði með því, ég sett þessi mynd á listan, ég hugsaði, ok, ég fæ svip líka hér. Ok. Ég held að þessi mynd sem þú hatar. Ef það er ekki Event Horizon, þá er ég mjög kátur. Þetta er ekki Event Horizon. Ok, þessi mynd. Er þetta eitthvað eftir Terminator 2 í sömu serju? Það er svip. Nei, alls ekki. Ok. Ó nei, þetta er science. Nei, þetta er ekki sæs. Þetta er frekar nýleg mynd. Og ég sá hann ekki í bíó. Og ég hugsaði með mér, þetta er eitthvað fucking drasl. Svo sá ég hana, leigði hana á iTunes. Nei, ég keypti hana. Tók bara blind buy. Ég hugsaði, fuck it, ég bara kaupa hana. Og mér fannst, hún er rosa, þetta er basic mynd. Hún er ekki komin neitt nýtt. Mér fannst þú spennandi og ég horfði aftur á hana síðan. Má ég giska? Já. Þetta er ógeðslega mikið út í bláin. Er þetta upgrade? Nei. Nei, fuck, ok. Hún hefði upgrade viljandi ekki listanum mínum, ég er svona dýrka hana. Hún passa alveg við lýsinguna ekki? Fyrir það skilja að keypta iTunes eða eitthvað, það skilja koma út. Nei, ég keypti hana iTunes líka. Oh, nice. Ok. Þannig að það var rétt. Ég er alltaf veit hvað þú kaupir á iTunes. Þekkir mynd okay. Þessi mynd er frá 2017. Þannig að samkvæmt í IMDb. Fullt af frægum leikurum mínu. Og þetta er gamemynd. Býttu nú við. Og mér finnst það solid mynd. Þú átt kannski að koma með svip. Basic. Er þetta live? Live. Ég hef ekki séð hana. Hæ? Vá, ég er svo glaður. Þannig að þverbrjóta reglunum allt að ég hafi séð allar myndir. Ég er svo glaður. Vá, ég var því alveg, ég kom með svip. Ég er bara, hefur ekki séð hana? Nei. Því að fyrir það sem að hlusta og hafa kannski ekki hlusta á þetta með þér aður. Þú ert búin að sjá 99% því sem eru framleitt. Segja margir, en ég er ennþá að reyna að ná þeirri tölu. Herðu, live? Ok, þú ert ekki búin að sjá hana? Nei, ég er meitt svolítið afskrið á hana og ég heyrði ekkert spes-hlut hana og skilu, er þetta ekki myndið sem margir hugsuð? Er þetta Venom prequel? Eitthvað svona þetta? Jú. Já, og ég ætla að þetta var rétt eftir að, sko, ég ætla bálskotin í Rebecca Ferguson eftir Rogue Nation. Og þetta var það fyrsta minni með svona high profile sem hún sást í eftir það. Já, það, en meiri sér það einhvern veginn húkkaði mikið, svona Ryan Reynolds er í... Gyllenhaal? Já, ég fíla góðan Gyllenhaal, en er þetta ekki bara svolítið svona Alien Light? Eða þú veist svona Alien Light? Alien... En ég hef ekki B-útgáð, þetta er C-útgáð. Ég hef heyrt fólk lýsa fyrir mig endi myndunar og ég fíla það sem ég heyri. Varandi það. Sko já, ok. Ég ætla ekki að segja með enda. En það sem ég fíla á þessum mynd
Mér finnst þú þétt. Getur selt mér hana? Veist, er það spennandi? Mér finnst þú mjög spennandi. Ok, gott. En þú kannski dettur strax bara í gýrin eitthvað svona, oh my god, þetta er bara alien lightmynd. Mér finnst leikarnir flottir. En Den of Thieves er góð heat light. Já, þetta er kannski, þetta er svo þannig feelingur. Og þegar ég sá hana sérst fyrst, ég horfði hana eitt fyrst, og ég hugsaði, mér fannst það, fólk er búið að segja að það var ræðileg. Já. Ég hugsaði, mér fannst það bara, þetta er fínasta mynd. Mér líka að það hefði verið svona februar-dömmynd eitthvað. Já, þetta var eitthvað þannig. Já. Og svo, sérst, ég kláraði fyrst geti, ég hugsaði mér fannst bara fín mynd, svo fyrir ég að hugsa, fuck, var ég kannski með svona lágar væntingar og þannig að þessum fannst hún fín. Þannig ég horfði aftur á hana, kannski 2 ára seinna eða eitthvað. Og ég bara, þetta er bara drullus fín spennumynd. Og ég er svo einfaldur. Ef það er eitthvað í geimnum og það er eitthvað vera, þá er ég næstu alltaf sold. Þannig ég kannski er ekkert góður upp á gæðastimpil sem snýr því. Ef það er eitthvað svona vera, það er eitthvað fokk í gangi, eitthvað mikil hætta í kringum þess að veru. Alveg stakes og eitthvað svona, já. Ég mæli mig og tjekkir á henni ef þú ert í stuði fyrir bara basic hasamynd. Ég held mér sem sé bara 90 mínútur eða eitthvað. Ég er oft í stuði fyrir basic hasamynd og ég held ándjóks að ég og kona mín sem búin að ætla að horfa á hana síðan 2017. Eða í það mesta gefinu séns, sko. Og við erum miklu sci-fi nötturar, sko. Ég geði henni séns. Þú fílar Rebecca Ferguson, Gyllenhaal. Daniel Espinosa gerir hana. Já, hann gerir hann Safe House og Snabba Cass. Er ég að minna það rétt? Já, það er rétt sér. Er það rétt með það? Já. Ok. Hérna, ég held líka að það var við þetta, eða svona alien knockoff eitthvað. Já. Og þú hefur rætt það í þættinum að titlar skipta oft miklu máli. Að fara að horfa mynd sem heitir bara hérna Life. Þetta er alltaf hræðileg titill. Já, og fram að þessu hafði ég alltaf tengt þetta við einhverja Eddie Murphy, Martin Lawrence mynd, skilju, þetta er svolítið svona hvað léni laust. Þetta er hvað Life. Ok, en þetta er samt ekki myndi sem ég held var ekki með sjá. Það var önnur sem ég, en skilur við. Ok, það sagði fyrir annan tíma. En fyrir part 2. Ok, förum ekki bara fara að slúta þessu, slúta þessum hluta. Þetta er sjúklega skemmt, við getum alltaf, getum bladra. Shit, Ég samt spurði þig líka fyrirfram, bara, ertu tímabundur í kvöld? Ég sko, ef að bíóblaður er á kalendurinu, það er svolítið svona, cancel my plans. Þú veist að kvöldu fyrir þetta. Já. Ok, endum með þessu, live, basic svona spennu, sci-fi mynd, með flottu leikurum. Mér varst það líka alveg lúka, þetta er alveg vöndumynd. Ok, einhver loka orð fyrir part 1. Tommy, þetta er í hug. Sko, ég gæti alveg verið svona pínu að vanmeta hérna Splice. Hún stendur alveg svona pínu upp úr, sko. Ef ég er að safna í einhvern watchlista, ég er svona, ok, ég er til að tjekka hana aftur. Skilju, hún er líka bara svona þægilega einföld. Mér hann geti eins og verið það löng. Ekki að það skiptir öllu máli, skilju, en nú er ég bara að hugsa ef ég geti svona tvennaðan upp með Live. Ég er alveg til að sjá Live, sko. Tvennaðan upp, ég vil að fíla það. En skilju, ég meina, við erum með 2 juicy myndir antagonista sem eru, skilju, 2 ólíka típur af intense hattamönnum með authority. Þannig að það er overlapping, alls konar mynstur og ég held að þessum búin að krakka formúluna með það að þú átt alls ekki að fara inn í kvikmyndagerðarfilm og vera bara sci-fi-görun nema þú heitir James fucking Cameron greinilega. Eða kannski Ridley Scott. Hann gerir alltaf Blade Runner, Alien, skilur þú? Já, reyndar, en hvað gerir svo? Snert ekki sci-fi, þá getur koma Prometheus. Já, hvernig finnst þér hún? Vistum allt í lagi. Aha. Já, eða veist svona, ég held að álitið mitt hafi aukist á henni eftir að ég sá Alien Covenant. Ég var bara eitthvað svona, ok, Prometheus, sko, það reyndi eitthvað. Covenant reyndi að vera framhald af henni í bland við mitt Alien knockoff. Já, vá. Hún var ekki sama árið og Live. Ég man eftir því mitt. Bara, hei, Alien knockoff. Verður ekki að fara að fá Alien mynd eftir nokkra mánuði? Mér minnir það mitt. Veitu hvað það er? Kom út sama ári? Mér minnir Alien Covenant það hefði verið 2017 mitt. Já, sama ári og hvað það er? Bara rétt eftir Live. Þannig að maður hugsa skilju Alien knockoff. Já, Live, já, sem ég var að tala ég var blankaði hérna. Og síðan mitt hugsa maður, wow, Ridley Scott er að stela sína eigin mynd. Bókstaflega hvernig þetta spósa geimurinn í Alien Covenant er bara Alien, hérna. Ég held að þegar ég hugsa Prometheus og Alien Covenant, ég hata Covenant sérstaklega. Það fyrst ég hugsa þegar ég hugsa þessu myndir. Rosalega heimskulega ákvæmlega teknar af vísindamönnum í þessu myndum. Já, og uppaði þeim frá Prometheus sem var, það var alveg afrek. Þannig ég á rosa erfitt með það. Var ekki hérna Prometheus sem að var
infamously gagnrýnd fyrir það einn vísindamaðurinn var bara, þessi aðskota plánunda hérna, joink, tekur hjálminn og hvað gera svo allir í Covenant? Hei, þetta er fín plánunda. Allir, ok, bara út í síkó. Og líka, ég man eitthvað stóri Prometheus eða Covenant. Þegar að finna eitthvað svona gamesnák eða eitthvað. Það í Prometheus. Og eitthvað byrja bara að klappa honum og kemur við. Hei, blessaður! Þá maður bara svona, þið ekki víst það? Eigi ekki vera svona pínu klár? Hún var ekki líka sko að stapla svo skota sem þeir taka eitthvað svona 3D bolta og mappa út þessi göng og þessi hella sem þeir í, svo koma þessi tveir gæðir, hei, við erum týndir! Þannig að, ok, ég mun horfa á live, alveg 100%. Ég held að ég verði að prófa. Mér fannst ég verði alveg mjög hissa ef þér finnst hún alveg drep leiðinleg. Já. Skilurðu? Þannig að ég er ekki séð að þú sér hann aldrei, þá er ekkert eitthvað, þú kemst hann af í gennum lífið á þessu sjó live. Ég sá aldrei live. Herru, förum bara að slúta part 1 og fáum okkur eitthvað kaffe eða eitthvað, bara meira vatn til fyrst með svona. Endilega. Herru, takk fyrir að koma. Takk fyrir mig.